Já, komið heil og sæl og verið velkomin í, Beki, hvað erum við að tala um? 219. 219 maður, sæll. Jón Ásgeir síðasti gestur. Við erum að nálgast, við erum komin í Kópavog, postnúmerum. Herra, já, það er dálítið síðan, ekki? Það er dálítið síðan, jú, og við erum með alvöru þátt í kvöldin áður að koma að gestinum sjálfum. Þá er það Autocenter. Jú. Tesla Approved Body Shop. Rétt. Og þið getið bókað ókeypis þjónuskoðun á autocenter.is. Og eins og við höfum komið inn á áður þá vinna þér fyrir öll tryggingafélög. Þannig að saman þú tryggður þá getur þú farið til þeirra og þeir græja málið og þeir hata beiglur. Já, þeir eru ekki mikið fyrir það. Þeir elska beiglur, elska Teslur, þeir hata beiglur. Ja, þeir reyndar elska beiglur þegar þeir gera við þar, sko. Já, þeir vilja samt ekki sjá þær, sko. Nei, ég veit það. En Saranamenn, þeir hata einnig beiglur. Elska vefjur. Fresh, happy í Mex. Farið hotlan, ferskan, skyndibita. Og það er auðvitað gott að byrja árið almennilega. Já. Það er mataræðið, það er svefnin. Er ekki Serrano kannski besta value í öllu mat á Íslandi? Þú veist, ef þú pælir í næringu, verðpunkti og fleira. Og líka bara bræði, þá er þeir allavega mjög ofalega, sko. Og svo þetta, ef þú ætlar að því við erum nú að tala um að heilbrigðan lífstíl. Já. En ef þú ætlar annan bara sull í bjórinn úr því að edrú er liðin. Einmitt. Þá er þetta tékkneska gullið. Búdværing góði. Já. En gestur Tjessastark í kvöld er Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrrum ráðherra og nú í framboði til formanns Sjálfstæðisflokksins. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það, gaman að koma til ykkar. Já, síðast varstu hérna með Big W. Hann komst ekki inn á þing, því miður. Því miður, það var gott að vinna með Willum. Það ekki? Jú, þetta var líka góð þáttur, við vorum með landfram á nótt. Já, mjög gaman. Í kostingabaráttunni, ég geta tekið bara svona nætuvakt, sko. Já. Einhvern tíman gefum út allt efni sem við tökum upp eftir þegar við segjumst það var slögt að myndavölinu, sko. Já, þá verðum við ríkir, sko. Ég passa mig. Við byrjum bara því, vantilega langi dag, hvernig liggur á þér? Bara mjög vel. Það var þingsetning í dag og ég er búin að vera að ferða landið og það er núna rúm vika síðan ég gaf kost á mér til embættisformanns Sjálfstæðisflokksins, þannig að ég er bara mjög brött og líður vel og ótrúlega þakklátt fyrir þann stuðningu þetta sem ég hef fengið og hvað þetta svona byrjaði vel með kröftugum fundi sem maður auðvitað vonaðist eftir en hann var eiginlega margfalt betra en mínir svona björtustu draumar. Já, við tökum kannski þessu eftir, ég minna það má hrósaði fyrir glæsilegan fund, maður átti ekki heimagengt en þetta var geggjaður salur og það ekkert grína fyllan en það var bara húsfyllið þarna, fárlega vel gert og spennandi, kannski ég fá að spyrja óháð formannsframboðinu, hvernig er að vera hann óbreyttur þingmaður? Það er nýtt, ég var óbreyttur þingmaður frá 2016 til 2019 og þá samt í meirihluta. Já. Og það er því nýtt að vera komin í stjórnarandsstöðu. Ég er samt held ég svona smá kameljón í mér. Mér finnst ekkert mál að hluti breytist. Það eru þetta maður þarf að setja sig í nýja stellingar og maður þarf kannski aðeins að velta fyrir sér hvernig maður ætlar að díla við hlutina í nýju verkefni nýri stöðu eins og í stjórnarandstöðu en ég er bara spennt fyrir verkefninu og spennt fyrir því að sýna hvað býr í Sjálfstæðisflokknum og hefur auðvitað fundið það að nýjar kynslóður sem voru til dæmis að kjósa núna og síðast hafa til dæmis aldrei bara eiginlega ekki Sjálfstæðisflokkin nema í málamiðlunum við Vinstri græna. Þannig að þegar ég varð svona hrifin af Sjálfstæðisflokknum og hvað að fara að taka þátt í honum, það var þegar hann var í stjórnarandstöðu við Vinstri stjórn eftir hrun og ég vonaði auðvitað að við getum nýtt tíman vel núna og veitt ríkisstjórninni mikilvægt aðhald en á sama tíma byggt okkur upp og keyrt svona okkar sín áfram. Já, var ekkert skrítið að fá sér sæti þarna bara með gómunum hann á miðju gólfinu þarna og horfa á allar þessar drottningar og konga þarna í sætunum sem þeir eru búin að vera í? Nei, þú lýsir þessu þetta er lítill þingsalur og það er bara rosalega mikil heiður að setjast á ráðherrabekkin. Já. En maður veit líka að það er alls ekki sjálfsagt. Nei. En það gleymir stundum hvað það er líka ótrúlega gaman að vera þingmaður. Já. Og eitt er að vera ráðherra og fá þetta leið ákveðna málaflokka og komast í ríkisstjórn. Það er samt eiginlega engu síðra að vera þingmaður og partur á löggjafarvaldinu og það er þess vegna sem að býða sig fram. Og ég er líka bara ótrúlega þakklátt fyrir það traust og spennt að takast á við það. Markmiðið er samt auðvitað að koma Sjálfstæðisflokknum aftur í ríkisstjórn. Já.
Sko, það var tilkynnt í gærkvöldi að Guðlaugur Þór mun ekki bjóða sig fram til formannsins. Flottur í Karlssonu með þér. Já, og fyrir þó nokkuð síðan tilkynnti Þórdís Kolbrún, Reykjavík Gylfadóttir, að hún muni heldur ekki sækjast eftir formannssætinu. Hvernig það, Áslaug, þorir enginn í þig? Þetta kom mér smá óvart hjá þeim báðum, en ég verið þeirra ákvörðun og hlakka til að starfa með þeim áfram. Þau eru hvoru að hætta í pólitíkinni, en þau hafa auðvitað verið leiðtogar í flokknum okkar, Þórdís lengi sem varaformaður og Guðlaugur Þór sem oddviti langar hríð og verða áfram í þingflokknum. En ég get ekki sagt annað en þetta var komið samt aðeins og óvart, en þá svona eftir að koma í ljós hvernig næstu vikur spila samt sem áður. Já, þú ert að búast við mótframboðið eða hvað? Já, ég ger það alltaf. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé bara þannig flokkur og það sé langlíklegast að fólk fá að velja á milli fólks. Bjarni hefur verið formaður núna síðustu tæplega 16 ár og þetta er mikla breytingar fyrir flokkin. Og eðlilega þá er fólk að velta fyrir sér og máta fólk við þetta embætti og ég tek því ekki sem sjálfsögðum hlut að ganga að því langt í frá. Ég ákvað ekki að kosta mér og bjóst ekki endilega við því að vera fyrst, en fannst líka ekki rétt að bíða lengur því að mér langaði að ná að fara landið og hitta fólk og nýta tímann svolítið fyrir landsfund í framboði til að eiga þetta samtal við flokksmennum hvað við getum gert betur. Og svo býst maður auðvitað við því að einhverjir ákveða að fara en tegja það kannski aðeins nær fundinum. Já. Sko, við erum ekkert að skúpa neinu hérna þið Guðlaugur Þór hafði marga fjörun og svo farið í kosningaslægi saman og svona, sko, hann talar við viðtalinu í gær að hann vildi ekki vera styggja neinum og Sjálfstæðisflokkurinn þarf að vera á bakvið sinn formann og svo framvegis. Hann hefði átt sinn þátt í núningi sem hefði verið innan Sjálfstæðisflokksins og nefndi því það einnig. Einmitt. Hvernig horfðu við þessu ummæli við þér? Já, hann auðvitað fór á móti sitjandi formanni síðast. Og hann hefur auðvitað verið mjög virkur þáttakandi í Sjálfstæðisflokknum langt árabil, allt frá því að ég var í grunnskóla og það hafa verið ýmis átök og það er ekkert hægt að ljúga til það að fólk hefur tekist á fólk innan Sjálfstæðisflokksins. Einhverju leyti samt þó það nú væri að við veljum á milli fólks og séum að velta fyrir okkur hverju séu bestir í að leiða kjördæmi, sveitafélög og svo flokkinn sjálfan. Það sem er samt sem áður móti vandamál, það er kannski að átökin eiga ekki bara sér stað þegar við erum að velja á milli fólks, heldur teygja sig svona inn í flokksstarfið og það er vandamál og ég tek undir það. Ég held samt sem áður að því sé hægt að breyta ef við þorum að horfa inn á við og velta fyrir okkur hvernig við getum breytt struktúr flokksins, að við ítum ekki undir átök, heldur einmitt tryggjum það að flokkstarfi snúist fyrst og fremst hugmyndir, hugsjónir, stefnu Sjálfstæðisflokksins og að laða nýtt fólk en ekki að starfið sé fráhrindandi og miðað að ákveðnum persónum og leikendum í flokknum. Já, við munum örgulega að tala meira um þettinum sko, en Þórdís Kolbrún talaði að Sjálfstæðisflokkurinn þurfti að opna faðminn, margir gagnrýndana fyrir að segja þetta, talaði að Sjálfstæðisflokkurinn væri einmitt búin að opna faðminn of mikið og væri orðinn of vók og væri ekki hægt að lesa í bara stefnu flokksins, en þar kannski opna faðminn til dæmis til að fá viðreisna fólk aftur heim. Já, hérna held ég að sé verið að rugla tvennu saman sko. Já. Eitt er að ná til fleira fólks í samfélaginu til þess að stækka flokkin og ná meiri árangri. Annað er að gefa afslátt af grundvallar prinsipum til að elta það sem er vinsælt hverju sinni. Þessu tvennu má ekki rugla saman. Af því að annars vegar erum við þá að fara tilbaka svolítið í kjarnan okkar, ítrekka stefnu okkar, tala hana með þeim hætti að fleiri sjái að við ætlum að berjast fyrir henni, að fleiri aðhyllti stefnuna, verði hægri menn, sjái tækifærin í sjálfstæðistefnunni og fylgi okkur á málum, treyst okkur fyrir því að vinna eftir henni og ná árangri. Sjálfstæðistefnan hún að mínum að ná til miklu fleiri og ég finn það að það er mikið af fólki sem langar að koma
sumum langar að koma heim, hafa kannski ekki fundið sig með sjálfstæðisflokknum á undanförnum árum, en aðrir hafa ekki komið og eru kannski nýrri kjósendur og ungir og eru svona velta fyrir sér hvort þeir eru að koma í sjálfstæðisflokkin. Og það eru bæði þessi verkefni að ná til nýrra kynslóða og svo að ná fólki aftur tilbaka hver sem það hefur leitað í millitíðinni. Og það er ekki það sama og að gefa afslátt af stefnu sinni og reyna einhvern veginn að höfða til populismans sem er í gangi hverju sinni eða hvað sé vinsælt. Við þurfum að skilgreina okkur sjálf og láta af því að það sé ykkur lítil mál eins og þú nefnir Vogue, við erum allt of mikið í finna eitthvað svona pínulítið mál og reyna að skilgreina flokkin út frá því í staðin fyrir því að tala það sem fólk er að díla við dagsdaglega eða við eldhúsborðið heima hjá sér, að skilja fólk hvernig það er að reka fyrirtæki, hvernig það er að borga af íbúðalán í dag, hvernig það er að stofna fyrirtæki, hvernig það er að koma barnin á leikskóla, þetta er allt pólitík og þetta er pólitíki sem fólk vil að við tölum Já, klart. Já, við kannski komum mér finnst það líklegt inn á þetta betur og eftir færum okkur í næstu frétt Flokkur fólksins búin að gera allt vitlaust. Já, og þing var nú bara sett í dag. Já, þingi sett í dag. Byrja vel átt. Segir það ýmislegt stöðu Sjálfstæðisflokksins að Viðreisn og Samfylkingin vildu freka vinna með Flokki fólksins en ykkur? Nei, ég myndi nú kannski ekki ganga svo langt. Það að fara í samstarf með Samfylkingunni og Viðreisn hefði verið kannski smá eins og að ganga aftur inn í síðustu ríkisstjórn. Þar sem málamiðlanir urðu okkur mjög dýrkeyptar og að við vorum með flokki sem var miðjuflokkur og svo vinstri flokki sem ég myndi telja að Viðreisn og Samfylkingin væru. Og þegar við værum ekki í sterkari stöðu eftir kosningar að þá hefði ég talið það glabræði að ganga inn í. Þau leita til Flokks fólksins af því að það var þeirra inni valkostur. Og það var alveg ljóst að Samfylkingin átti engan annan möguleika að búa til ríkisstjórn eftir að Framsókn var ekki stærri en að búa til þessa ríkisstjórn. En með flokkurinn? Viðreisn hélt á spilum. Já, og þau ákváðu þetta eins og þau hafa margoft ákveðið í borginni að fara í vinstri meirihluta. Þau hafa alltaf hallað sér í þá átt og það er algjör blekking við kjósendur í aðdraganda kosninga að segjast vera hægri flokkur þegar þau ganga alltaf inn í vinstri meirihluta. Sögðustu vera hægri flokkur? Þau reyna svona gagvart ákveðnum hópi að skilgreina sig sem slíkan og gott og vel ég skil það þegar þú kemur úr Sjálfstæðisflokknum og aðhyllist það gangin í Evrópusambandið en það fólk á þá frekar heima hjá okkur þó við séum í ágreiningum það að hagsmunum okkar séu ekki betur borgið innan Evrópusambandsins en það er alveg ljóst að þau hafa valið þetta núna ítrekað bæði í borginni og í landsmálunum og það ætti því að vera kjósendum algjörlega ljóst fyrir næstu kosningar að þú atkvæði greitt Viðreisn er atkvæði greitt vinstristjórn. Já, það reyndist nú rétt hjá Sjálfstæðismönnum, þetta var hræðsluáróður hjá þeim en hann virkaði og þetta var rétt hjá þeim þannig að það var að gefa þeim það allavega. Þetta var ekki hræðsluáróður því þetta reyndist rétt. Nei, rétt. Það hefur reyndar ansi góð mörg hver myndböndir frá sérstaklega ungum Sjálfstæðismönnum. Þeir voru leiðtækir hann í Júlíus Viggo minn maður, hann veit alveg hvað hann er að gera. Þeir voru góður. Ertu sammála skýrslu SFS frá því í gera strandveðar drægi úr ábata af nýtingu sjávarútvegsauðlindarinnar? Sjáum King Sigurðan Þórðar núna mætt hann í að berjast fyrir sínum sinni vinnu. Þarna kemur margt mikilvægt fram stöðu sjávarútvegsins og auðvitað mjög mikilvægt að við höldum alltaf því til haga að horfa til samkeppnishæfni þessar atvinnugreinar, hvernig við búum þannig hnútana, að við aukum verðmæti, að við fjölgum störfum, að við búum til bestu vöruna sem stæðin samkeppni og alþjóðamarkaði og svo held ég að þessi ríkisstjórn verði í fullu fangi með að díla við þessi lofur sín því að þau stangast algjörlega á við ýmislegt sem núverandi fjármálaráðherra hefur meðal annars sagt sem er í takti við þessa skýrslu. Já,
Sko, kannski eitt, af því að við tölum hennar Sigurðan Þórðar sem ég vissi ekki hver var á hann að byrja, hann er formaður atvinnuveganefndar og ég ætla nú ekki að gera hann að sérstaka umræðin í sem þætti, en sko við getum orðað að þannig ef þetta væri sjálfstæðismaður, þá væri líklega mótmæli núna á Austurvelli og kallaði þetta spillingu eða hvað? Já, þarna eru þetta tengsl sem oft hefur verið bent á að hérna þurfi, ég er að opna hérna smá klaka. Þetta eru tengsl sem oft hefur verið bent á að sé gríðarlega mikilvægt að segja frá og við erum með hagsmunaskráningu sem og oft hefur verið að reyna að tengja okkur við einhverja hagsmuni en það er auðvitað kannski einhver leiti smá kómískt að minnstakosti þegar fólk fer með mikið látalæti okkur og ákveðna reglur en það virðist aldrei halda að þær sömu reglur gildi sig sjálft og þetta hlýtur að vera eitt dæmi af því. Hann getur vel gengt formennsku í atvinnuveganefnd myndi ég telja en þessi málefni getur hann vart tekið svona ákvarðanir en mikilvægt líka að fólk greinir frá þessum hagsmunum sínum. Já, það er greinlegt að það er fleiri flokkar en því sem geta greinlega verið piltir Já, en þetta er einn vandi sko við höfum leyft fólki og andstæðingar okkar þeir keppast að reyna að skilgreina okkur af því að það er til hagsbóta fyrir þau og það er ekkert annað en popúlismi að reyna að skilgreina sífellt sjálfstæðisflokkin í andstöðu við fólki í þessu landi og við höfum hvorki svarað því nógu fast fyrir eða velti fyrir okkur hvernig við mætum þessu að allir flokkar virðast telja okkur sinn helsta andstæðing og þegar það er orðið aðhlátursefni að segja að sjálfstæðisflokkurinn sé spiltur þá lítur eitthvað að vera að því okkur hvernig við svörum því og hvernig við mætum því og við munum ekki og eigum ekki að setja undir slíkri orðræðu og ég er í sjálfstæðisflokknum og trúi því og veit að ef stefna flokksins yrði meira ofan á í samfélaginu þá hefur það allir betra. Hvernig fannst þið skaupið áttu að verða? Bara fínt. Mér fannst helmingurinn að því vera bara láta sjálfstæðisflokkin aðeins finna fyrir því. Já, en er það ekki bara það kemur ekkert mikið óvart úr Ríkisútvarpinu en nei, ég nú sé það verra sko en en það er auðvitað þannig að þetta er verkefni og eitt af því sem ég segi að við þurfum að þóra að ræða núna í aðdraganda þess að við séum að velja nýja forystu hvernig við veltum fyrir okkur ímynd og ásýnd og af hverju við höfum leyft þess að viðgangast við höfum verið of lítil í okkur allt frá hruni þegar þessi stimplar byrjuðu kannski að koma upp og við þurfum að sýna fólki og sanna að við erum ekki að vinna fyrir ákveðin hóp í samfélaginu heldur fyrir alla Íslendinga. Já, sammála því. Sko, já, mér langar að kafa þess svona í formannsframboði en við meina frétt eftir. Já, one final. Það svona fréttir vikunar. Já. Svo máttu fara bara. Við áslögur við fréttir vikunar. Þegar við fáum líka bara með þetta eins og viku. Já. Fólk vil sem vita hvað við höfum að segja. En sjáum ekki að kennara höfnuðu 20% launahækkun. Sigur Ingi var grjótharður á Facebook í dag. Sagði bara að þetta væri nýri ríkisstjórn að kenna, nú erum við mætt í ábyrgðar hlutverk og Kristrún talaði ennþá sem sé stjórnaranstu á ríkisstjórnir að fara að gera eitthvað í þessu kennaraverkfalli ekki bara leifa markaðsæðlum þeim sem viðeigandi aðalum að semja um þetta. Já, þetta eru nú ekki markaðsæðlar. Nei, ég fatt það svona. Því miður. Nei, ríkisstjórnin ber ábyrgð á því að það virðist einhver pólitík hafa þvælst fyrir þarna, það er búið að koma í fréttunum. Að pólitíkin hafi eitthvað þvælst fyrir þessum samningum og ljúka þessu og það er þá á ríkisstjórninni að gera grein fyrir því og reyna að liðka til fyrir þessum samningum. Já, sko að því að þú varst nú háskólamálar á þeirra, sko ég ber fulla virðingu fyrir kennurum og það var erfitt að horfa á viðtali fréttum Stöð 2 áðan við leikskólakennara sem sögðu að vera að tala þvílíkri vanvirðingu þá, sko er ekki kennarar einu hæst laun, eru við ekki með einu hæstu kennaralaun í heimi og ég meina árangurinn er ekkit frábær, ég meina eiga þau skilið betri laun?
Sko, þessa umræði verður auðvitað að taka í samhengi við almenna launaþróun og mismunandi laun þeirra sem kenna í leikskóla og framhaldsskóla. Við getum ekki alveg sett allt eða það segja alla kennara undir sama hatt. Í þessu að þá verðum við auðvitað að skoða hvaða árangur hefur náðst en líka hvaða álag hefur aukist. Og eftir samtöl mín við fjölda kennara þá er þetta ljóst að álagið gagnvart því að hafa börn sem eru með mjög mörg mismunandi tungumál, skilja takmarkað í ensku og íslensku, komandi inn í bekkina með mjög misjöfnum stað, hefur stór aukið álagið á kennara. Og það var ekki síst þess vegna sem ég lagði til að opna þá umræðu móttökudeildir á Íslandi. Eins og hefur reynst mjög vel í Friðheimum í Reykjanesbæ sem við Háaleitiskóla á Ásbrú, þar sem nemendur koma og eru sumir í nokkra vikur en aðrir nokkra mánuði og jafnvel ár áður þau fara í venjulegan skóla og markmiðið sé kannski 2 mánuðir. Það fjalli grýttan jarðveg. Já, af því að það er óvinsælt að ræða hlutina út frá þeim vandamálum sem raunverulega til staðar og þora að segja þjóðinni hver vandamálin eru. Já. Og það er það sem hefur svolítið líka verið að pólitíkinni. Við forðumst að ræða vandamálin og hver þróunin er og viljum fegra hlutina og þannig leysum við þá bara einfaldlega ekki. Og ég fór í heimsókn núna í síðustu viku í Friðheima og sá það ofboðslega góða starf sem þau eru að vinna með börnum sem eru að koma hér og sækja alþjóðlega vernd og þau eru á mjög misjöfnum stað og þau eru miklu tilbúnir að fara inn í skólan að lokinni undirbúningi, bæði að þekkja og foreldrar líka að þekkja hvernig íslensk skólastarf virkar, athuga stöðu þeirra í skólakerfi sem hafa ekki verið í skóla langa hríð og við erum að gera öllum greiða með því að mæta þeim betur og það að leggja ekki álagið á kennaran sem með umsjónarbekk og fullt af börnum að finna út úr því hvar barnið stendur og hvernig á að mæta sérþörfum þess. Þannig að þetta þarf auðvitað að taka í stærra samhengi stöðu og álagi sem kennarar eru að nefna og maður skilur mæta vel en það felst ekki eingöngu í því að fá launahækkanir umfram þá þróun sem hefur verið á markaði og þarf að skoða þessi samhengi við líka hvernig við getum gert betur og síðan náð meiri árangri í skólakerfinu. Viski, við skulum, ef við ekki að krifja skólakerfi til Merkjafest, við erum með einn helsta sérfræðing landsins í þeim öfnum í setti. Já, við erum enda með alvöru heldislið. Já, sko eitt samt sem ég langar að taka áður Áslaug, að því að þú nefndir það að ríkisstjórnin var að blanda sér í þessar viðræður. Við sáum það á sínum tíma. Já. Hvað segirðu? Nei, það var bara því fréttir að einhver pólitísk afskipti hefðu svona skemmt fyrir en þau verða að greina frá því hver þau voru. Já, en sko það bara minni mig á að þeirra ríkisstjórnin sem farin núna, ykkar ríkisstjórn sko, þegar Katrín samt skólamáltíðirnar á sínum tíma. Er þetta nýr veruleiki að ríkisstjórnin sé að blanda sér í kjara viðræður? Þetta hefur aukist síðastliðin ár og hefur kannski orðið of mikið og ég held að það sé eitthvað sem við verðum að þora að ræða, hafa afskipti ríkisstjórnar verið of mikil og sérstaklega kannski útgjalda aukningu að mínu mati. Það hafa samt sem áður orðið lífskjarasamningar og langtíma kjarasamningar vegna þess að það hefur verið komið til móts við fólk með einhverjum hætti. Og við meðum ekki horfa fram hjá þeim árangri síðustu ríkisstjórna gagnvart langtíma kjarasamningum sem þessi ríkisstjórn labbar nú inn í og þarf ekki að hafa áhyggjur af. Það sem við þurfum kannski að ræða í þessu samhengi er að mínu mati að lausnirnar eru of útgjaldafrekar og að ríkisstjórn sé að fara fram með þeim hætti eins og síðast þar eru auðvitað verið að koma pólitískum áherslumálum að í gegnum sátt á vinnumarkaði og ég get illa tekið undir að þær áherslur séu eingöngu til þess að ná samningum heldur voru þær líka til þess að ná fram pólitískum áherslum. Að einhverju leyti þurfum við þó að geta komist á það stað að ræða stöðu hins vinnandi manns í þessu landi út frá líka hagsmunum fyrirtækja. Af því hagsmunir fyrirtækja
og hagsmunir þeirra sem vinna hjá þeim fara langmestu leyti saman og við í Sjálfstæðisflokknum við höfum lengi og tölum alltaf fyrir því að hér séum við að gæta að því að það sé einfalt að búa til fyrirtæki og við séum að reyna að greiða götu þess að þeir sem setja allt undir eru í strögglinu að reyna að búa til verðmæti og skapa tækifæri fyrir aðra í þessu landi að þeir mæti ekki endalausum þröskuldum kerfisins og það eru margir af þeim sem eins og ég nefndi á hann sem vilja skilgreina okkur sem skilgreina eins og þetta sé andstaða við vinnandi fólk það það auðvitað ekki í 99% tilvika fara hagsmunir fyrirtækja og launþega saman það að segja þegar fyrirtækjum gengur vel þegar þau geta fjárfest og stækkað að þá eru fleiri störf í boði þá eru líklega til að fá launahækkanir þáttöku í fyrirtækinu það sé gert betur við starfsmenn og svo framvegis þannig að það eru þannig að við getum ekki fallið í þá gryfju að leyfa fólki sem vil skilgreina hægri mennsku með einhverjum öfgahætti að gera að setja þarna vegg á milli launþega og millistéttarinnar vinnandi fólks í þessu landi og þeirra sem reka fyrirtæki og að taka áhættur til þess að reyna að ná árangri fyrir íslenska þjóð. Já. Þetta þetta merkileg hugvekja hjá þér Áslaug, sko, hvernig það hefur gerst einhvern veginn á Íslandi. Það aðstæður skapast að stærsti og stunduðasti flokkur landsins sem hefur leitt okkur blóðupartin af tíð Íslands inn í bara mikla velsæld hefur orðið að einhvers konar Heyrðu, ertu að taka þetta upp í Valhöll? Nei, þetta bara alveg rétt sem hún segir og það bara mjög ódýrt og þægilegt að skjóta á Sjálfstæðisflokkin að bara það er bara hipp og cool næstu því sko. Ég veit að þessin svo pirrandi fyrir nýja ríkisstjórn get ekki skotað á Sjálfstæðisflokkin lengur sko. Nema þau geta að tala hvað þetta var ómögulegt og þau séu að taka þessu erfiðu búi sko. Já. En fengum að heyra því í síðustu viku Þorgeiri. Já, það þetta drottningin þvílíkur meistari. En já, sko árum fyrir mig. Við erum svona spons ykkur. Það vantar nú bara ég mæti í blárri peysu eftir þess að lofraði hjá mér. En orka náttúrunar. Birgir, þú kíktir í Skælagún helgina? Já, sem ekki frá sig verandi nema þeir eru með onhleðslugarð. Það svoleiðis? 6 hlýtur að fengi gott í hjarta þá. Já, bíllinn fullaði. Já, ég trúi því vel. Ég einmitt hlóðan í öskulíðinni. Já, vel gert. Þetta sko til hvers að vera með ryggis upp heima á sér þegar það átgætt sko en þú getur líka bara að fara á hraðslistu Já, það líka áhugavert að hugsa bara ég ætla að eiga bensínbíl, mér svo gaman að taka bensín einu sem viku Já, þá getur ekki farið í appið því miður en já, Birgir, ég ætla að rétta þér keflið Já, sko, það einn riddari sem nafnlaus eins og flestar góða spurningar sem við komum með eru nafnlausar riddarspurningar það verður nú bara að segjast og ég ætla að taka fram að fyrir þá diggur sem við erum með sem eru þó nokkrir við rættum þetta aðeins þegar Áslaug kom síðast en við þurfum aðeins núna hún mætt í heita sætið hún ætlar að reyna að vera formaður stærsta flokks á Íslandi það náttúrulega þessi ríkisvæðing sem hún reyndi að ná í gegn í skólakerfinu sko þú ákvaðst að bjóða sjálfstætt starfandi háskólum óskert framlög frá ríkissjóði gegn afnámi skólagjalda þarna erum við að tala HR, Bifröst og LHÍ Bifröst og LHÍ sögðu takk Áslaug við samþykkið þetta en HR missa 1,2 miljard nei takk sko þetta þessi sjálfstæðisstefna sem þú ert mikið að tala fyrir? Sko hér loðar á svona grundvallar misskilningi að mínu mati og kannski að einhverju leyti hvar við höfum vilsta leið gagnvart því hvernig við ætlum að styðja við einkaframtakið og jöfn tækifæri í þessu landi og við styðjum og höfum talað fyrir því í sveitafélögum í heilbrigðiskerfinu að fé fylgi fólki í heilbrigðisþjónustu og menntakerfinu að fólk hafi jöfn tækifæri til menntunar og aðgang að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag og ef fé fylgir ekki fólki í þessum kerfum að þá verður allt ríkisvætt á endanum af því að þá ríkið að borga fyrir þá þjónustu sem það veitir en einstaklingar borga fyrir einkarekna þjónustu en ekki sem þá
ekki með aðkomu ríkisins eins og þegar við erum að tala einkareknar heilsugæslur sem hafa hér sýnt betri þjónustu, betri rekstur, fara betur með fé en þar fylgir fé sjúkling eins og hjá þeim ríkisreknu nema að þær nýta fjármunna betur, sína betri árangur og betri þjónustu fyrir fólk. Það sem gerist í háskólaumhverfinu á Norðurlöndunum þegar fólk hefur tekið þessa ákvörðun að einkareknir háskólar byrja að blómstra, byrja að sína alvöru samkeppni og fleiri skólar ákveða að verða hægt að verða ríkisreknir. Má ég spyrja einu, sorry ég greip fram við þér Áslaug, sko var einhver, þú veist að því að þú kemur þessa hugmynd og ég efast ekki í eina sekúndu hún hafi verið vel ígrunduð, var einhver vandi til stað, hvað var pælingin á bak það? Já, grunnurinn kemur frá því að þegar ég tek við háskólamálunum á Íslandi er að þá hefur langa hríð fjármunir farið frá ríkinu til háskóla algjörlega án nokkura krafna án nokkura gæða, mælikvarða eða ákvörðunar það hvernig fjármunir deilast á háskóla. Það fór langa hríð sem var bylting þá eftir reiknilíkani frá 1999 sem var ákveðið skref í að reyna fjármagna háskóla á Íslandi. Síðan það þannig að það magndrifið kerfi, það að segja það borgar eftir hverjir mæta í skóla og þið mætið alveg rosalega margir nemendur á fyrsta ári og ríki borgar bursi algjörlega frá því hvort að þið klárið áfangan, þið útskrifist þannig að hvatinn fyrir háskólana bara að fjölga nemendum gríðarlega án þess að sýna fram á nokkun árangur eða gæða mælikvarða. Og þetta hefur Ríkisendurskoðun til dæmis gagnrýnt í mörg ár, kjörtímabil eftir kjörtímabil og þetta hefur rætt í kosningum eftir kosningum. Þannig að þegar yfir 40 milljarðar renna frá ríkinu án þess að við stjórnum þeim fjármunum eða búum til hvata að það ekki í anda sjálfstæðastefnunar og það ekki í anda þess hvernig við förum með opinbert fé. Þar þurfti að taka rosalega margar ákvarðanir og það var kannski ástæðan af hverju þessu hefði aldrei verið breytt. Það að þetta þurfti að taka svo margar erfiðar ákvarðanir gagnvart því hvernig fjármunum var deilt út. En þetta kláraði ég á síðasta kjörtímabili og bjóð til árangurstengt fjármögnunarlíkan eins og þarf að gera fyrir önnur skólastig á þessu landi og þarf að gera almennt við alla þá fjármuni sem renna út úr ríkissjóði. Sammála. Og þegar við erum komið tengda fjármögnun frá ríkinu að þá þarf að taka nokkrar erfiðar ákvarðanir eins og þessa. Þegar við greindum það hvað einkareknir skólar voru að fá þá var það algjörlega hipp sem haps. Sumir skólarnir voru að fá kannski svona cirka 60% en aðrir svona 80%. Okay. Það hefði ekki verið tekið nein ákvörðun það. Þeir voru bara að fá aðeins minna. En gátu síðan fengið fullt af fjármunum í gegnum ráðherran hverju sinni svona af því að það var ógagnsæi í fjárveitingun. Þá þurfti að taka ákvörðun hvernig þú lætur fíið fara til fólk sem að fara í háskólanám í þessu landi. Og munurinn á því að gera þetta með þessum hætti af því að þetta bara hvernig þú deilir peningunum en ekki nýjir peningar að það var 600 milljónir af 40 milljörðum. Já. Þannig að ég auðvitað tek ekki undir einhverja ríkisvæðingu háskólans, heldur þetta val það að taka fullt fjárframlag eins og heilsugæslur gera, eins og skólarnir í Garðabæ gera að það mynda samkeppni og fylgi nemendum og ég skil alveg upplifun fólks af þessu. Ég neita því ekki. En mér finnst við stundum aðeins hafa vilst af leið af því að þarna sér maður að þegar þetta hefur verið gert svo í Finnlandi að þá engin ríkisrekin háskóli eftir. Það var einmitt til þess að líta undir það að fólk veldi það að vera ekki undir ríkinu, undir lögum opinbera starfsmenn, auka sjálfstæði sitt og sjálfræði gagnvart því að reka skóla og ná meiri árangri. Háskólakerfið á Íslandi hefur einfaldlega verið með þeim hætti að við verðum að ná meiri árangri og það mikið undir framtíð þjóðar komið
það þurfa ekki allir að fara í háskóla en við þurfum að geta boðið upp á mjög góða menntun og við þurfum að mennta fleiri í ákveðnum greinum og ég þorði að búa til þannig hvata sem voru nú verulega gagnrýnt það var rætt að ég væri að búa til útungunarstöð fyrir atvinnulífið það var hræðilega en ég ákvað að búa til hvata til þess að ná árangri og til þess að Ísland næði árangri og að við værum að hjálpa fólki að mennta sig í þau tækifæri sem við þyrftum á að halda til þess að auka samkeppnishæfni Íslands þannig Evrópa að verða eftir á Bandaríkin eru langt og undan okkur gagvart því í hverju þau eru að mennta hvernig þau eru að mennta og hverja á annað Norðurlöndin eru líka undan okkur á einhverju leyti þannig að við þurftum bara að taka okkur takk þetta var lítil ákvörðun í mjög stóru samhengi hvernig þú ætlar að útdeila 40 milljörðum Þetta voru 600 milljörðum sem við verum að endur útluta af 40 milljörðum eða 1,80 sem fór í þessa 2 skóla af þá hinum af því að þetta var bara hvernig þú ætlar að skipta kökunni og öllu skilaboð sem ég hef fengið frá ungum mæðrum á landsbyggðinni sem átti ekki efna á því að fara í háskólanám og það var ekki mikið að fjarnámi í boði sem hafa byrjað í Bifröst og eru í því núna af því að þar voru skólagjöld felld niður það sýnir mér auðvitað það hvernig við erum með sjálfstæðistefnunni að tryggja jöfn tækifæri og aðganga menntakerfi af því að þarna erum við að skila ábata til lengri tíma. Ég var að fá að spyrja Svennu og kannski þetta fáránlega spurningar hjá mér, en annars vegar sko, einhverstað var þetta tekið upp sagðiru, Kanada var það ekki þar sem að þessi stefna á tekinum og þar voru engir ríkisreknir skólar á endanum. Finnlandi, já. Hvernig gengur þetta fyrir sig þegar þú öllum Norðurlöndunum eftir frá ríkinu en þú ert ekki ríkisrekin? Já, þá er þetta bara eins og einkareknar heilsugæslur eða einkareknir skólar, hjallastefnan og annað. Börn er ekki að borga miklu meira. Nei. Heldur að borga það sama, en hvernig er þetta að fá þjónustuna? Hver er ánægja foreldra með börni sinni í leikskóla og hjallastefnunar? Góð, allt önnur. Nákvæmlega, af því að hún lútir ekki því að ríkið er að reka sig. Það er bara allt annað en að láta fé fylgja barni. Og við verðum bara að komast út úr þeirri umræðu að halda að það sé einhver ríkisvæðing á skólakerfi eða heilbrigðiskerfi. Það er einmitt það sem við ætlum að tryggja sem jöfn tækifæri fyrir fólk óháð því hvar þau standa og það er á þeirri stefnu sem við munum ná til fleira fólks af því að þannig getum við búið upp á betri þjónustu fyrir minna skattfé, farið betur með peningin en leyft fólki að blómstra sjálft með því að reka eða ákveða að stofna til dæmis skóla eða heilsugæslu til að mynda. Já, sko aðeins áfram í þessar umræðu var eins og þú sagðir réttilega mikill hiti í kringum þetta og ráðuneytið birti í kjölfarið spurt og svarð tilkynningu málið. Þar kom meðal fram að ráðuneytið hafi ákveðið að skólanir geti ekki rukkað skólagjöld þó þeir þykji fullt framlag því það var eins og ríkið greiddi aðgerðir hjá einkareknu heilbrigðisfyrirtæki en læknarnir geti svo bætt ofan á þá greiðslu frá ríkinu og rukka sjúklingana meira. Sko Sigga Andersen mætti til okkar í gott viðtala sem að hún var ekkit parhrifin að þessu, góð vinkona en sko, væri ekki meira kannski anda fellstefnu Sjálfstæðisflokksins að búið var upp á, eins og þú reyndar að segja, bara fylgi nefnda án þess að fara fram á niðurfellingu skólagjalda? Sko, þá held ég að við höfum kannski aðeins mist sjónar af því af hverju við erum að gera það. Og þeir eru mjög fastir í því að fólk fái að borga og ég bara get alveg skilið það, hlutir kosta og ég til mikilvægt að fólk gerir sig grein fyrir því að það sem er ríkisrekið, það kostar og hvert skattpenningar eru að fara og hvernig. Við borgum alltaf fyrir þetta á endanum. Já, en af hverju eigum við bara að borga fyrir þá nemendur sem velja sér ríkisrekna skólan eða hvernig hefur það gengið með liðskiptaðgerði til þessa? Þegar, en þú sendir ekki pappa þinn í liðskiptaðgerð í klíninginni og heldur að ríki borgi og vilt að hann borgi síðan 200.000 krónur meira heldur en það fólk sem fær þjónustuna og peningi frá ríkinu af skattfíðinu á Landspítalanum. Það er rétt, þá kannski bara að slúta þessu sko, þú hafnaði beiðni opinbera háskóla, þar meðal HÍ að hækka skrásendingagjöld úr 75.000 í 95.000, alltaf það er bara verið að gefa HÍ, þú veist það er bara 75.000 skall síðan ég byrjaði að fylgjast með háskólaumræðinni, sko raunverð skrásendingagjalds búið að lækka 32,5% undanfarinn áratug. Ertu þá, þurfum við Ég var ekki á móti hækkun þessu skrásendingagjaldi og það fylgdi verðlagi.
talaði fyrir því og var að vinna því í ráðuneytinu. Já, þarf ekki að hækka þetta? Það þarf að hækka það og svo vinna algjörlega tilbúin fyrir nýjan ráðherra. Á þessum tímapunkti þá var tekin ákvörðun í ríkisstjórninni að vera ekki að hækka gjöld á fólk sem verðbólga var hækkandi og vextir. Já. Og það gilti eitt alla og staðan á húsnæðismarkaði var að verða erfið fyrir ungt fólk og það var tekin ákvörðun að gera þetta ekki þá. Ef ég hefði klárað tíma minn í ríkisstjórn þá hefði þetta mál klárast og við hefðum aukið leyfi háskólana til að geta hækka skrásetningargjaldið sem eðli málsins samkvæmt bara kostnaður við það að taka á móti nemendum. Ég var líka með frumvarp tilbúið að leyfa háskólanum að taka skólagjöld fyrir nemendur utan EES sem auðvitað felst kostnaður í og mér finnst ekki rétt að skattpeningarnir okkar fara í. Það var eina af þessum fjölda ákvarðana sem ég fannst við þurfa að taka þegar við værum að búa til hvata í kringum fjármagnið og það frumvarp ekki á þingmálaskrá nýrrar ríkisstjórnar. Nei. Og ríkisstjórnin verður þá og háskólarnir af því fjármagni sem gæti komið í gegnum það að laða hér að nemendur utan Evrópu í nám sem og greiði fyrir það. En þau ætla að halda áfram að nýta skattfíð okkar til þess að greiða niður það háskólanum. Já, kannski endaði þetta bara á mér finnst stundum vanta hjá stjórnmálamönnum að við kenna bara að ég hefði ekki átt að gera þetta. Ég skeitt. Þú stendur og fellur með þessari ákvörðun eða hvað? Já, ég held að hún verði... Kannski var ekki sagt nægilega vel frá eða hvað? Ég veit það ekki. Nei, ég held að það hefði alveg þurft að útskýra þetta ennþá betur. En í stóra samhenginu að breyta fjármögnuna líkan í háskólana og hvernig þessum 40 milljörðum útdeilt að í fyrsta skiptið að þessu gæðakröfur að fólk, að fleiri nemendur klári námið, að háskólinn haldi betur utan einstaklinga, sé ekki bara að taka móti sem flestum og svo alveg sama hverjir klára eða útskrifast. Að það sé hvati til þess að mennta því í STEM-greinunum svo kölluðu raunvísinda og tæknigreinunum sem við þurfum á að halda í atvinnulífinu til lengri tíma, að þessi hvati fyrir fjarnám til að auka aðgengi að landsbyggðinni og árangur í rannsóknum í fyrsta skipti. Þetta gjörbylting á því hvernig fjármagn úthlutað og eina skólakerfið þar sem núna hvata fjármagn og þegar í heildina litið þá þetta eitt af svona held ég að því sem hafi skipt mestu máli sem ég kláraði á síðasta kjörtímabili. Já, þetta var gott. Já, sammála því að þetta voru allt það voru góðu steinar. Góðu steinar. Ef við færum okkur næst í samstæðarsverkefni Modularity og Borealis Datacenter í búið Dokubit sem að gera rafrænar undirskriftir einfaldar. Já. Hraðar, öruggar, þægilegar. Ert þú ekki að nota Dokubit í vinnu, Birkir, eða? Nei, ég stundum bara svona, ef ég að gera skýrslur þá rafrænt undirritaður. Það sem þú veist eini undirritunar. Já, ok, eftir það. Það er að staðfesta að ég hef gert það. Þetta aðalega gott, ég nota mjög mikið og þetta virkilega þægilega lausn. Þannig að maður auðvitað þakklátur Dokubit nánast bara hverjum degi. Já, ég þakka verið á alltaf ánum fyrir svo. En já, þetta samstarfsverkefni Modularity og Borealis Datacenter. Ég held að það aðalega að segja hlustendum hvað við erum að tala með það. Já, fjarskipta sæstrengir til landsins. Hver þín aðkoma að þessu verkefni og hvað hvað þeir að brasa? Já, hvað í gangi að það? Gríðarlega mikilvægt verkefni til þess að auka öryggi fjarskipta á Íslandi. Við sem þekkjum það að vera sífellt nettengt og annað að okkur stæði ekkert á sama ef það myndi allt í einu slökna á öllum þessum samskiptum. Við eigum valla samskipti gegnum venjuleg fjarskiptasambönd og það skiptir ótrúlega miklu máli að við séum vel tengt. Ráðuneyti fjarskipta sem ég hélt utanum kemur að þessum verkefnum og Faræs sem einn aðilinn gagnvart eigandi ríkisins á þessum strengjum hefur verið að byggja þetta upp, svo má deilum það hvort að það með ekki líka hleypa einkaaðilum inn á þennan markað. Til lengri tíma þá þurfum við ennþá betri tengingar af því að við þurfum hér gagnaver sem íta undir það að við höfum reiknigetu fyrir gervigreind og aukna tækni og það þarfnast orku og það er þannig framtíðarsýn sem við þurfum að sjá. Ég aðeins hræddum að við séum of hæg í þeirri samkeppni, við sjáum hvernig Bandaríkin ferðast á ógnarhraða og að skilja Evrópu eftir í reiknum þegar kemur að samkeppnishæfni gagnvart tækni og uppbyggingu orku
gagnavera og svo framvegis. Regluverkið sligandi Þannig að ég veit að það eru ýmis fyrirtæki sem myndu sjá tækifærin í því að byggja það upp á Íslandi og þarna eru tækifæri til stóraukina verðmætasköpunar og framleiðni fyrir íslenskt atvinnulíf og eitthvað sem við ættum bara beinlínis að sækja og beita okkur fyrir. Ég var í góðum samskiptum við slíkar fyrirtæki sem voru að sjá hugsa sér lausnir á þessum svið. Við þurfum að geta leiðbendin betur íslenskt regluverk og einfalda það svo að þetta gerist á Íslandi og það er gríðarlega mikilvægt fyrir nánustu framtíða því að við tölum oft innviði, þetta orð er rosalega vinsælt í íslensku samfélagi. Reiknigeta er framtíðar innviður, eitthvað sem við þurfum á að halda til að geta staðið samkeppni og byggt upp það land sem við viljum byggja upp og þá verðum við að geta talað fleiri fjarskiptastrengi, aukna orku og uppbyggingu og nýtingu gervigreindar. Já. Sko, það er eins og nefnir, Ísland er auðvitað í einstakri stöðu þegar kemur að, það sem einhverjir kalla næstu iðnbyltingu. Ég satt merkilega fyrir lestur í Hörpunum daginn þar sem að fyrirhundi formaður Rammendarás hélt erindi þar sem hann talaði einmitt að Evrópa væri eftirbátur Asíu og síðan Bandaríkjanna sérstaklega þegar kemur að þessum málum, sérstaklega hvað var það regluverki. En við erum enga síður með þessa einstöku orku og tækifæri til að byggja upp gagnaver. Hversu stórt tækifæri er þetta og viljum við samt á sama tíma berskjalda okkur fyrir þessari hræðilega vondu erlendu fjárfestingu, til dæmis í formi stórfyrirtækja að borðið Microsoft, Google, Amazon? Sko, þið hér eru þetta miklir Evrópusambandsmenn og eftir þessa ræðu sem ég tel að þú hafi hlustað á hjá honum Kristjáni að þá trúi ég ekki lengur að þú teljir hagsmunum Íslands betur borgið innan Evrópusambandsins. Birgir er enda meira Evrópusinn en ég er það ekki, sko. Ég verð nú að styrja ykkur aðeins eftir síðast þátt, sko. Já, flott að inni. Ég held ég hafi aldrei verið jafn mikill andstæðingur þess að Ísland fari inn í Evrópusambandið eftir að ég var ráðherra gervigreindar og nýsköpunar. Og það er ekki síst vegna þess að ég hef trú á einkaframtakinu og er í flokki sem styður frelsi fólks til athafna og að hér sé auðvelt að verða fjárhagslega sjálfstæður og búa til fyrirtæki og þegar þú skoðar þróunina í heiminum þá er Evrópa að falla langt aftur úr og það er ekki að fara að gerast, það er að gerast og það eru margar ástæður fyrir því en eitt af stóru þáttunum er að Evrópa hefur verið að regluvæða hluti gríðarlega með íþyngjandi hætti oft áður en lausnirnar verða ljósar, áður en frumkvöðlar hafa fundið hvert þurfa að fara til að prófa að segja áfram og er að leggja allt undir til þess að þróa nýja lausnir, hvort sem það eru lausnir við loftslagsmálum eða lausnir við að stórauka framleiðinni, stórbæta menntakerfið, heilbrigðiskerfið okkar, hvert sem við eiginlega lítum að þá eru þessar lausnir bara að verða til í Bandaríkjunum og það er af því að umhverfi slíkra fyrirtækja er miklu betra og með þessu sér fólk algjörlega svart á hvítu af hverju við tölum það að samkeppnishæfni sé mikilvæg að umhverfi fyrirtækja og frumkvöðla verða að vera með besta móti svo við missum einfaldlega ekki fólk annað og ég hef bæði áhyggjur af því hversu mikið við höfum svona bætt í evrópskt regluverk og það ætti að mínum að vera algjört forgangsmál núna að við einhendum okkur í það að stór einfalda íslenskt regluverk velta öllum steinum hvar við höfum gengið of langt og hvar við getum einfallega gengið skemur til þess að standa samkeppni við Bandaríkin og að hér verði til lausnir og lausnir séu tilbúnar að koma hingað þrátt fyrir að þeir séu ekki tilbúnar að koma inn í Evrópusambandið. Já, kannski það er einhver hlustendur sem er kannski núna að hugsa er þetta ekki aðalið sem er búin að vera í flokki sem er búin að ríkisstjórn síðan ég fæddist, okkur er ekki búið að gera þetta? Jú, við höfum og við erum í EES til þess að hér sé frjálsflæði vöru og þjónustu og þú getur ekki fyrirtæki hér og auðveldlega að fara með það á markaði Evrópu
En á sama tíma þá held ég að við höfum líka aðeins sofnað á verðinum gagnvart regluvæðingu. Við höfum ekki hlustað nægjanlega á fólk sem að benda á svona misbresti í kerfinu eða hvar verið að sífellt að búa til þröskulda til þess að þú getur opnað þinn veitingastað eða í hvaða rekstri sem þú í raun og veru ert. Og við verðum bara aðeins að og ég ekkert óhrædd við það að viðurkenna mistök. Við erum bara þannig flokkur að við viljum sífellt gera betur og eigum að geta hort í eigin barm gagnvart því að við höfum einfalda regluverk, við höfum sameinastofnanir, við höfum stafvætt stjórnsýsluna verulega, við erum komin í topp 4 í Evrópu gagnvart stafvæðingu stjórnsýsluna, við erum búin að ná gríðarlegum árangri en á sama tíma þá finnst mér eins og lítil og meðalstór fyrirtæki og sjálfstæðar atvinnurekendur finn ekki nægilega fyrir þeim árangri sem við höfum náð og það hefur kannski ekki nægilega beinst að þeim. Já. Og þar þurfum við að ræða bara Evrópusambandið af því þessi ríkisstjórn, hún á leiðinni í Evrópusambandið. Það algjörlega ljóst. Þau virðast alltaf að fara fulla ferð inn í Evrópusambandið munu reyna að sannfæra okkur og landsmenn að kjósa með því að ganga inn í það með einhverjum gillibóðum og ég held að fólk verði að setja á sig þessi glerugu þegar þú horfir á hvernig Evrópa að þróast, hvort sem við horfum til landamæra, regluvæðingar eða aukins kostnaðar og stofnanavæðingar sem kemur með því að ganga inn í Evrópusambandið eða hvort að við getum nýtt smæð okkar betur og það þar sem ég sé svo gríðarleg tækifæri. Það það sem ég trúi því að við getum hagrætt verulega, minnkað báknið, lækkað skatta og búið til svona þannig ríki að við tryggjum hér í tækifæri á sama tíma og við búum til rosalega að við séum mun framar en mörg önnur lönd en þá þurfum við að þora að vera ekki múlbundin Evrópusambandinu og svona þeirri leið sem þau eru að fara. Já. Er það hætti við núna að ætla að kjósa já þjóðaratkvæðagreiðslunni? Nei, það eitthvað meira til. Ég ánægð með þetta, ég bara hjartanlega ég svo spenntur þegar þær kosningar, ég get ekki beðið þegar þær kosningar byrja. Ég var í viðræðum við flottasta menntatækni fyrirtæki í Bandaríkjana, gervigreindar fyrirtæki, hvort að við gætum fengið þau til að innleiða íslenskt menntakerfi til svona tilraunar. Bæði fyrir börnin, fyrir kennarana, fyrir foreldra heima fyrir til að styðja við heimalærdóm og svona. Já. Þau segja bara, regluvæðing Evrópu kemur í veg fyrir það að okkur langi inn í Evrópu, bæði út á persónuverndar og gervigreindar löggjöfinni sem yfirvofandi og ég setti það sem eitt af aðal áherslu mínum í aðgerðaáætlun gervigreind að gæta hagsmuni okkar gagnvart þessari löggjöf sem að koma gervigreindina þar sem það bara engu logið það þegar það sagt að Bandaríkin eru að skapa nýjar hugmyndir Asía eða Kína að kopía þær og Evrópa að regluvæða þær. Já. Vel árið komist oft fylgir þessi mynd af svona föstum töppum. Já, þetta þetta frábær mynd. Þeir reynda föttu upp á því. Það algjör snill. Sem betur fer. Það væri maður. Við tölum fulla ferð á hann. Play, þeir eru á fullri ferð. Já. Gekki áallum til Spánar og Portugal. Ég spyr mig oft okkur fólk að púla í hrettin á Íslandi þegar það getur farið í sóluna í púla í Króatíu. Það að koma eitthvað óveður á morgun sko. Af hverju, maður býr hérna því að það frábært ef Áslaugur að stýra landinu þá veit maður að maður öruggur en þetta samt, maður á ekki að búa þessu landi sko. Ef við tölum bara hreint út sko. Já, svo náttúrulega ef þú vilt fara eitthvað lengra en til Króatíu Marrakesh og púla sína, Marrakesh en ef þú ert virkilega stórhuga þá getur þú farið með Play Connect og þeir finna gott tengiflug fyrir því. Sælar. Þannig að þeir eru með allt upp á 10 og það verðist ekki alltaf linna þessum tilbúðum. Nei, let's play. Þeir segja bara, let's play. Uppbótin, þá er það janúar afslátturinn og ég veit ekki hvað og hvað. Já. Þannig að þeir eru að gefa þetta. En við langaði nú reyndar að ræða eitt og það er í búið TM. Þegar þú og þitt fólk vex og dafnar í lífinu og ykkur færist eitthvað í fang. Það var mikilvægt að vera á góðu tryggingafélagi. Rétt. Og ég viðurkenni það, ég tryggði bílinn minn fyrir ekki svo löngu hjá vitlausu tryggingafélagi. Ertu búin að klæsa hann eða? Ég breytti honum í harmoniku en ég stóð í stanslausu stappi og ég hugsaði bara af hverju er ég ekki á TM þeir eru alltaf efstir í þjónustuvöginni en ég læri því. Þín skita? Já, mín skita
Áslaug, sko, við erum aðeins að tala heimsmálin hérna, við erum að tala Bandaríkin, Asíu og svo Evrópu. Hélt voru að tala tryggingafélög. Reyndar, ég til í það. Eða taka segment. Nei, ég ætla að spyrja þig, sko, hefur nú aðeins gústað Bandaríkin síðustu dag, við erum að sjá þessi tollamál, 25% viðbót á tollin til Bandaríkjanna og Kanada og Trudeau ekki parsáttur, Gústaður Mexikóan líka, þetta vakti óhug, sko, það nú búið að fresta þessu og Trump virðist vera að fá einhverju gegn. Er einhver lærdómur sem að draga þarna, eða bara vera óttaslegin, þú veist, hvernig horfir þetta allt saman við þér? Já, það mjög mikið að gerast í alþjóðamálunum og það mjög mikilvægt að við séum vakandi fyrir þau og ræðum þau. Og það dugar ekkert að vera bara óttaslegin út í horni, heldur þurfum að velta fyrir okkur hvaða áhrif þetta gæti haft hér, hvernig styrkjum við samband okkar við Bandaríkin, hversu mikilvæg eru þau okkur, þau eru það að mínum mati mjög mikil, þau eru okkur mjög mikils virði og að tollar gætu bitnað illa á útflutningsverðmætum okkar og ýmsum fyrirtækjum og við þurfum að mæta þessu með auknum samtali á alþjóðasviðinu og fyrir mér stefna Sjálfstæðisflokksins svona kristallast í gegnum alþjóðaviðskipti og samskipti en á sama tíma við vendum fullveldi okkar og sjálfstæði og núna ýmislegt að gerast ég veit að eins og þú nefnir að þá verið svona mótspyrnir koma harkalega frá þessum löndum þar sem hann hefur bara einfaldlega boðað mjög mikla breytingar og maður veltir aðeins fyrir sér og við þurfum að fylgjast náum með því hvernig hann bregst við því og hvort að hann lætur undan sem hann kannski ekki alveg þekktur fyrir að gera eða hvort hann komi með einhverja svona nýja leið í þessu. Það á eins við umræðuna Grænland, við erum nágrannar þeirra og ríki sem erum mikil vina þjóð og skiptir miklu máli að við stöndum með þeim og hlustum á þeirra vilja og þeir hafa komist meiri í kastljósið heldur en nokkuð tíman áður. Síðan auðvitað margt annað sem hægt að nefna í þessu samhengi en svona í heildina liti sýnir þetta kannski mikilvægi alþjóðasamskipta og það að við þórum að ræða líka varnir og öryggi varnarmál eitthvað sem og öryggismál eitthvað sem til dæmis Þórdís Kolbrún var óþreytandi að ræða á síðasta kjörtímabili en það virtust stundum fáir taka undir með mikilvægi þeirra umræðu en nú virðist aðeins vera kveikna á perunni hjá fleirum. Já, það komið annað hljóð í strokkin sko, einmitt, það þessi alþjóðaviðskipti og sko þessi einangrunarstefna sem að núna þetta kannski má segja sér næsta skref í henni þessi harða afstaða Bandaríkjanna til granna sinna og síðan til Kína líka og það, maður spyr sig hvort að við séum mögulega bara þurfa að fara að skipa okkur í fylkingar hreinlega og hvar við stæðum þá þarna sem mitt á milli Evrópu og Bandaríkjanna Við erum auðvitað stofn aðilar að NATO og það að mínum mati einna okkar mikilvægastu alþjóða bandalögum að taka þátt í. Þar eru við bæði með Evrópuþjóðum og Bandaríkjunum í varnarbandalagi sem skiptir okkur höfuðmáli og við erum þar sem við erum að stóla á að þessi lönd styðji okkur eins og við styðjum þau. Og ég vona að þessi umræði verði ekki til að skipa heiminum í auknar fylkingar en það. Einhverjir telja að þetta ýta okkur inn í Evrópusambandi. Við vitum auðvitað ekki hvernig málin þróast en ég myndi ekki telja að þróunin eins og staðan núna væri svo. Nei. Næsta sem við langar að taka það stóra fundarherbygismálið. Það fór hátt í fjölmiðlum þegar Samfylkingin vildi fá fundarherbyggi ykkar. Sjálfstæðisflokkurinn fylltist eldmóð í þessu máli sem snertir almenning nákvæmlega ekki neitt. Væri ekki ráð að koma þessum baráttanda inn í störf þingsins og tala skýrt fyrir stefnu flokksins, eitthvað kannski sem að klikka á síðasta kjörtímabili?
Jú, baráttuvandinn á að vera jafn mikill í prinsipmálum og sögunni og hún fyrir stefnunni. Ríkisstjórnin hefur bara ekki byrjað, hún hefur ekki hleypt okkur inn í þingið, þannig að við hefum verið að bíða eftir því og þing kom loksins saman í dag. Ég beið svo sem ekki eftir því og hef verið að sýna baráttuandann í tillögum mínum fyrir ríkisstjórninni í hagræðingaraðgerðum. Já, mér langar hrósaði fyrir það, þetta er geðveikt sko. Búin að sendi þarna einu á dag í stærstan hluta janúarmánaðar. Þetta herbyggismál auðvitað bara hvað snýst þetta? Er þetta svona gott herbyggið? Það snýst bara sögu flokksinn sem hefur verið í þessu herbergi í öll þessi ár og þrátt fyrir að við höfum ekki alltaf verið stærst þá höfum við verið í þessu herbyggi sem og nei, ég skil fullilega að þetta snert ekki almenning og mér þykir miður að þetta sé í fjölmiðlum en ætli þetta sé ekki bara dæmi það hvernig samfylkingin ætlar að koma fram í þinginu. Einhverjir segja sjálfstæðisflokkurinn hlaut afþrói síðustu kosningum, þeir ekki skila þetta fundarherbyggi. Já, við erum með 14 þingmenn og þau eru með 15 sko. Þannig að þetta stórmál þetta algjör stormur í vatnsglasi. Er búið að leysa þetta? Þetta eru svona smá búll í taktar. Ég hef alveg gaman að þessu. Þú sagði það nákvæmlega, þetta er það. Þetta það verið að reyna að stíga á einhverja stöðu og vera meiri heldur en vegna fleiri þingmanna og eðlilega þá stendur þingflokksformaðurinn okkar með sögunni og reglunum sem og það búið úrskurðum það að við þurfum ekki að fara gildandi núverandi regla en þá er spurning hvort að búlísminn sé það mikill að þau breyti reglunum fyrir sjálfa sig. Já, sko, mér langar aðeins að taka þessa nýja ríkisstjórn. Sko, fjöldi mála, við sáum þingmálaskrána í gær, fjöldi mála frá ráðherrum Sjálfstæðisflokksins eru í málaskrá ríkisstjórnarinnar. Er stefna núverandi ríkisstjórnar kannski meira hægri sínu heldur en stefna síðustu stjórnar? Nei, það sýnist mér ekki. Þarna eru þetta mál sem við vitum auðvitað ekki hvort það komi eitthvað breytt eða hvort það komi nákvæmlega í þeirri mynd sem við vorum búin að undirbúa. Þetta vantar líka fjölmörg mál sem dæmi ykkur hagræðingamál og fleiri sem við vorum með undirbúin og eru kannski svona hægri sinnuðustu málin. Stór sameining sjóða eins og ég var með til að minnka yfirbyggingu og minnka þetta umhverfi, skólagjöldin og nemendur utan EES, sameiningu héraðsdómstóla og svo mætti áfram telja. Er þetta sem sveið mest á last þingmálaskrána? Nei, bara dæmi mál þegar þú segir að þau séu meira hægri sinni þannig að köttaðu augljóslega út ýmismál sem íta undir það að fara betur með almannafé og þessi þingmálaskráða er ekkert mikið í henni, hún er frekar svona máttlaus og einhver mál sem við munum eðlimál sem samkvæmt styðja sem eru bara góður að gelda verð en síðan hefur maður verulegar áhyggjur af þarna ýmsum stórfelldum útgjöldum og hvert þau ætla með ýmsa málaflokka en það verður kannski svolítið meira að koma í ljós. Já, er mikið að málum bara til dæmis að þínu ráðuneyti og öðru ráðuneyti sem eru nánast bara tilbúin og ráðherrann getur bara farið í skúfu, náðið að fara með í þingi? Hann hefði getað komið með nokkuð slík mál sem hafa verið í samráðsgátt og annað og það svona en ákveður að gera það ekki en það er ykkur ráðherra sem gera það og maður saknar líka þarna mála sem voru tilbúin í dómsmálaráðuneytinu til þess að styrkja varnir okkar á landamærum og líka löggjöf okkar við löndin í kringum okkur, taka út séríslenskar reglur í málum þeirra sem sækja hér alþjóðlega vernd að koma hér á lokuðum búsetúrræðum svo að brottvísanir gangi betur og fleira. Þetta eru mála sem við sáum að Vinstri grænir ætluðu ekki að samþykkja og við ákváðum að boða til kosninga. Þessi ríkisstjórn telur það greinilega ekki mikilvægt að halda áfram að breyta svo kviku málaflokki og ég tel að það sé partur af því hvað er verulega ábótavant í þessari þingmálaskrá. Já, það er sagt svo bara þetta er ekki unnin, það er ekki fullunnið verk að koma böndum á landamærin sem að
Nei, og þessi málaflokkur svo kvikur, hann breytist, hlutir breytast í heiminum, hverjir að koma og hvaða og hvernig málaflokkurinn þróast. Við náðum miklum árangri og þrátt fyrir að það var sagt að frumvörpin sem við vorum búin að mæla fyrir trekk í trekk ár eftir ára þess að fá fyrir það stuðning væru litla breytingar, þá sneru þau þróuninni við og hafa verulega minnka kostnaðinn, en betur má ef duga skal. Við töldum þetta ekki nægjanlegt og við töldum við þurftum að ganga lengra því að kostnaðurinn ennþá verulegur og við erum að taka ennþá eða erum með í efnismeðferð, þar að segja mál til umfjöllunar hjá það mörgum á þess að þau fái síðan já á endanum, en tíminn sem það tekur of langur. Og ég var nú að vinna gervigreindarverkefni í mínu ráðuneyti til að reyna að létta undir með Útlendingastofnun og kæru nefnd útlendingamála til þess að stórlega hraða sínum bara afgreiðslu sinna mála, og ég vona að þessi ríkisstjórn haldi áfram með það. En það þarf líka að gera hér lagabreytingar, það sem gengið lengra, og það sagði Kristrún bara beint í Kristjildina, hún teldi ekki þörf á að gera meira, þó hún ætlaði kannski ekki að taka tilbaka þær breytingar sem við börðumst að ná í gegn og oft við mikla andstöðu Samfylkingarinnar. Já, algjörlega. Kannski bara til að slúta umræðum nýja ríkisstjórn, sko, ef það farið lofa last, hvað ráðherra líst þið vel og hver byrja strax að hallanda fæti? Það hefur ekki heyrst frá mörgum ráðherrum. Þú einfallega erfitt að meta það núna. Það kannski helst svona Inga. Það styrst í enni. Margir sem hafa alla farið í viðtal og sagt skoðanir sínar á málaflokkunum sínum, þannig að það verður erfitt að lofa. Ég ætla samt að lofa það að setja umræðu á hagræðingamál og dagskrá. Já, varst ánægð með það? Sko, ég bara ansið hrædd að þetta séu eitthvað sýndamennska og partur af svona, eins og við sjáum í Reykjavíkurborg, þegar þú biður fólk að kjósa hvort það vilji að liggu við og sæki sorpið eða komi barnið niður leikskóla, sko. Svona einhverja grunnu þjónustu, hvort þú vildi lægi bekkin í hverfinu eða bindi róluna saman, sko. Þetta þetta svona sýndarsamráð og ég á eins eftir að sjá hvort að þetta sé í takti við það. En ég get ekki bara verið með stjórnarandstöðu gagnrýni á þetta, heldur verði að segja að það þeim til hrós að hafa skapað umræðu mikilvæga hagræðingar í samfélaginu og það að fleiri séu meðvitaðir og að ræða það sína milli, hvernig þetta að fara betur með opinbert fé. Ég verð bara að fagna því, af því að mér hefur þótt við standa oft mjög ein í þeirri umræðu og þessi flokkar sem nú sitja í ríkisstjórn hafa oftar en ekki kvenkað sér verulega yfir því í þinginu að við séum ekki að auka útgjöld en þá meira. Já. Og það verður því forvitnilegt að sjá hvort að þau framkvæmi eitthvað af þessum mörg þúsund hagræðingar aðgerðum sem þarna hafa komið fram. Já. Og ég lagði mitt að mörkum í þessu með mjög fjölbreyttum tillögum sem ég veit að hafa komið fram í kerfinu og eru til og þau þurfa ekki að leita langt yfir skammt til að koma með strax, en ég held að þau séu sammála ansi fáum af þeim tillögum. Já, sko það eitt sem ég heyrði í gær sem ég varst áhugavert, sko, að því að þú ert að vera undir nafni þegar þú kemur þessar tillögur, sko. Segjum sem dæmi ef ég að vinna hjá okkur í vonlausri opinberri stofnun, þá náttúrulega ekkert mér vinsælt þetta 10 manna á stofnun og ég sé að segja bara það er enginn að vinna, það er enginn að gera neitt, þú veist, kannski hefði þurft að hafa þetta nafnlaust. Sko, þú getur væntanlega alltaf senda á forsætisráðherra ef þú ert yfir stofnun og telur að þú ættir að það séu mikil hagræðingartækifæri. En þú hlýtur að vera algjörlega vonlaus stjórnandi ef þú hefur ekki nú þegar gengið að þessum hagræðingaraðgerðum og sagt ráðuneytinu sem fer fyrir þér að þú sért að vinna við verkefni sem mætti sleppa eða það séu of margir í vinnu hjá þér eða þú sért að fara illa með skattfé. Ef þú ert ekki að sífellt að reyna að fara betur með fé almennings að þá og telur að það þarf að setja það í samráðsgátt og þú komir með eitthvað tillögur, þá held ég að við séum á ansi rangri leið. En ég ætla samt að segja að við þurfum líka byggin hvata fyrir forstöðumenn stofnana til þess að skila afgangi og hagræða
og það ekki nægilega gott kerfi að þeir leiðu þeir skila afgangi að þá þora ekki að gera það aftur af því þá köttað sem að mínum þetta ætti að gera en það ætti að byggja þannig hnútana að við lærum af löndum í kringum okkur sem hafa gert það vel í þessum efnum, til dæmis að forstöðumenn fá ekki stöðuhækkun innan hins opinbera. Það að segja geti stjórna stærri stofnun eða verið ráðnir í stærra verkefni þegar nú þegar nema að uppfylla ákveðna krítíriur með fyrirstofnun og meðal annars að fara þar betur með fyrir, skila afgangi og fleira. Já, þetta samt mjög áhugaverður punktur sko. Þú vilt, ég alveg sammála því, þú vilt auðvitað hafa þannig að það sé kötta ef að það augljóst samkvæmt uppgjörið þessa stofnunar að það þarf ekki svona mikið pening en aftur þá kannski bara komin 1. desember, það mánuður eftir árinu þá bara, ég á 100 milljónir eftir að budgetinu, við þurfum að klára það, við þurfum að búa til eitthvað betra módel. Já, 100% og það bara allt og víða í kerfinu þar sem farið illa með fé og þar sem gagnsæi hvernig fjármunum veitt of lítið. Og þarna Birgir ætla að nefna við erum líka auðvitað að gera of mikið af hlutum sem við ættum bara ætti að gera. Já, samlega en eins og Áslaug segir sko, þú veist að það sé hvati að til þess að ná framgangi þá þarftu að sporna gegn hallanum og þá ætti það valda viðhorfsbreytingu og þegar þú átt 100 milljónir í desember þá hugsaðu herðu glæsilegt, ég fer ekki að eyða þeim núna heldur. Veistu hvað, ég bilaður, ég hugsaði sko að gefa sko stjórnandunum það bónus. Já. En ég ruglaður. Þú ert ruglaður sko. En ég bara búið með lofið. Þú ert bara búið með lofið, það rétt. Já. Komið að lastinu. Það komið að lastinu. Vel gert. Sko, fyrsta lastið verður á Kristrún Frostadóttir að fara ekki og hitta leiðtoga Norðurlandana hjá Mette vegna stöðunar sem komin upp á Norðurlandunum og öryggismálum þar. Ég held að það sé mitt fyrsta last, síðan verði ég að lasta flokk fólksins fyrir að hafa ekki skráð sig sem stjórnmálasamtök allir þessi ár. Já, ég var ánægð með þetta. Þú rétt með löst. Já, ég er ekki að vera mótmælega þessu. Nei, mér finnst það ekkert að skrá sem stjórnmálaflokk. Nei, ég er nú alveg sammála því og þau náttúrulega bara endurgreiða þetta. Inga græði það. Og finna að ég sagði brandara í framboðsræðinu mínum daginn. Já. Sem var bara svona léttu bandir. Einmitt. Og oft skilur kannski þeir sem lesa brandara í fréttum upplifa ekki alveg stemminguna. Það er oftast minna fyndnir. Það voru endurtakar núna. En já, og þá sagði ég bara að þetta væri tveggja flokka vinstristjórn eða ríkisstjórn og ásamt einum félagasamtökum sem væru fljótlega að fara að skrá sig sem stjórnmálaflokk og þá var Sigga Andersen algjörlega brjáluð, stórvinkona þáttarins. Og fór að kalla mig tók upp hanskan verið flokki fólksins. Já, fór að verja Ingu Sæland og sagði ég var í föstu í ykkur bjúrokrasi um að þetta auðvitað væri þetta stjórnmálaflokkur. Auðvitað veit ég að þetta er stjórnmálaflokkur sko. En maður lítur að geta slegið og leta strengi í gagnvart þessari stöðu en það kemur mér óvart að manneskja sem er alltaf að segjast alltaf að verja hvernig skattpenningum sé eitt að hún verji flokk sem gerir við það ekki upp og fylgir ekki þeim gagnsæðiskröfum sem gerðar eru stjórnmálaflokka sem fá allt og mikið af peningu úr ríkissjóði. Einmitt, amen. Er það ekki samt nákvæmlega? Og sama dag og hún gerði þetta þá skrifaði Beggi Óla þingmaður gagnrýni á þetta þannig að maður verður svona aðeins að slá tilbaka. Já, endaði miðflokkurinn, hann er svona eins og hann er sko. Já, nei, hann er náttúrulega engin breiðfylking sko. Breiðfylking. Nei, þetta er bara Simon-flokkurinn sem er þetta kóngurinn. Sko, reyndar bara örstutt í það mál sko. Ég held eins og ég skil þetta mál, það er engin að segja að þeir áttu ekki skilja að fá hann pening, þeir að fá stjórnmálaflokkar að fá alltaf mikið pening, en þetta snýst um það að þegar þú skráður sem félagsamtök, við erum með félag, þú veist, þegar þú stjórnmálaflokkur, þá berði miklu meiri skildur eða ekki? Já, það voru aukna kröfur á flokkana þarna áramótin 2021 og 2022. Og flokkarnir látnir fylla ýmsar skyldur sem þeir þurftu sumir hverjir að laga sig að en þau gera það ekki í mörg ár. Nei. Og það hlýtur að vera ábyrgðarhluti að peningum sé yfir höfuð veitt til flokka sem hafi ekki uppfyllt þetta.
að því liðum til telji til dæmis að Sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki átt að fá þetta fyrr en í apríl og Píratar ekki fyrr en í mars þegar þau höfðu skilað og uppfyllt þær kröfur sem gerða voru fyrir árið en þarna líða mörg ár og þetta kannski hvað maður að segja, eitt af glöfunum sem virðast vera í rekstrarins opera að þarna við gefum flokki afslátt en hvað með hinn vinnandi mann sem að reka fyrirtæki? Hann getur ekki sagt sér formgalli. Hann getur ekki sagt að þetta hefði nú bara það var bara vitlaus skráning og ég gerði það bara óvart og ég ætlaði ekki það kemur bara endurgreiðsla frá skattinum og við sem stjórnmálamenn við verðum að geta sett okkur í spór þess hvernig kerfið kemur fram hér við einstaklinga og harðduglegt fólki í þessu landi og ekki láta það viðgengast að það gangi ykkur aðra reglur okkur sjálf. Amen. Sammála því. Já, náttúrulega ég bara vil sérstaklega taka þetta var góður brandari, ég ætla að skrifa hann í pólitísku brandarabókina þessi og brandarnas dags með að sjálfstæðismenn mættu streka út nefnið hans bara það var endar ekkert dagur sem ekki kongur það er gaman að því en ég verð bara að koma inn á það fyrst að við erum að tala hærængi ríkisrekstri, hvað má gera betur stjórnanda og annað kontakt, þetta er það sem að þeir sérhæfa sig í Rétt, það er bara þú ert að pæli að kaupa fyrirtæki. Þeir fara hún í saumana á rekstrunum, verðmeta og sjá til þess að þú fáir sanngjarnt verð fyrir fyrirtæki. Hvort sem út að kaupa eða selja, þá eru þeir bara sérfræðingar í því að komast í sannleikan í rekstrunum og fyrirtæki. Reyndar, við höfum örgulega spurt Áslaugu á þér áður, en liðið þetta í enska aftur, hvað var það? Liverpool. Já, ég hef ekki það sagt það. Liverpool, já, einmitt. Er það lengjustuðlinn á þeir verið meistari í ár? Ertu harður Liverpool-maður eða? Já. Þú missir af leik, eða hvað? Ef þú tekur alla leiki? Nei. Ég hef ekki tími í það. Ég fylgist, en ég er bara alin upp við mikinn stuðning á heimilinu við Liverpool. Er bróðin líka fárveikur púlar eða? Já, hann er fárveikur. Ég er alls ekki mjög lasin. Ég er bara svona léttur púlari. Held með mínu liði því að ég stið fjölskyldunum mína en pappi var lýtsari en talandur lið, þá er nú eitthvað búið að vera fiskisögur að fljúa þú setja að mæta þorrablót út allt og svona en ertu með hvað máttu velja eitt lið á Íslandi með hvað lið heldur hvað ertu? Ertu að mæta í Vesturbæinn, ertu árbæðingur og svona Já, rosalega fyndið að fjölmiðlar algjörlega missa vitu það að ég hefi svikið Fylki því ég mæta á þorrablót á öðrum stöðum. Fylkir er endur ekki með þorrablót, heldur bara kallakvöld þannig að þeir kannski nótur að hlæja á sér að ég get ekki mæta á þorrablót hjá Fylki. En þegar þetta eru stóru málin í fjölmiðlunum. En þú ert Fylkiskona? Ég er uppalinn árbæðingur, já. Og held því alveg með Fylki. Ég æfði aldrei með Fylki. Nei. Þannig að svo ber ég bara taugar til alls konar fólks sem er að spila með ýmsum liðum í dag og ég veit að þetta er ekkert fallið til sérstaklega vinsælda en ég hef bara aldrei verið mjög virk í lengri tíma í einu íþróttafélagi og sem stjórnmálamaður þá vil maður líka hitta mikið af fólki og fer þess vegna á fleiri þorrablót en gott þykir og það er bara mjög skemmtilegt og og ég bara bjó fyrsta árum minn í Vesturbænum og svo flutti ég upp í Árbæ og í dag bý ég í Valskverfinu þannig að en æfði með einu liði og það var Fram algjörlega fáránlegt að það sé verið að nýti þetta þegar það er bara frábært að þingmenn séu samt að mæta láta sjá sér spjallar við reynda söknuðin í samanminni ég veit að spóðum þákað Þorrablóti Fram? Já, ég fór þangað í fyrra en nú var ég á Þorrablóti í Ólafsvík þannig að ég fór á rosalega gott landsbyðar Þorrablót Þeir kunna reyndar að halda partí, var ekki fjör þar? Jú, það var mjög gaman þar, það var partur af fyrstu hringferðinni minni sem ég var að leggja af stað í síðustu viku og það var mjög skemmtilegt en ég held ég sett persónulega met í Þorrablótum þetta árið, það eru 5 stykki á mig Það er reyndar aðdáandi Ég borða þorramat, ég vel ekkert mikið súrt kannski, en ég er líka bara svona alin þannig upp að ég borðaði þorramat upp í Hesthúsi alltaf í febrúar og pappi var mikið með þorramat upp í Hesthúsi
og maður bara borðaði þetta og amma var oft með slátur og sviðakjamma og svona og ég stundum langaði mig alveg á aumingjaborðið en ég get ekki gert það. Nei. Þetta bara svona, þú ert á þorrablóti og þá skaltu borða þorramat. Vel gert. Vel gert. Það sem er að persóna einkenni heldur en endilega vilji til þess að borða það 5 sinnum á nokkrum vikum. Sko, við erum alltaf með Áslaugu Örnu í setti og hún að bjóða sig fram í forma Sjálfstæðisflokksins. Við erum aðeins búin að vera reyna að taka á pönnuna þetta en hún að Birkir, þú búin að harður þetta. Já, en svo er hún að bjóða sig fram. Kallinn. Já. Af hverju vill ekki vera við ætlum að ræða Sjálfstæðisflokkinn almennt, bara flokkin per se. Sko, ég ætla að byrja bara á mjög opinni spurninga því að þú ert að bjóða fram sem formann stærsta flokks á Íslandi. Ég veit að Samfylkingin með einhverja 15 hræður núna en Sjálfstæðisflokkurinn stærsti flokkur Íslands. Og búin að vera forever. Sko, fyrsta spurning og hún bara opin, sko, þú værir ekki að bjóða þig fram nema þú myndir telja að Sjálfstæðisflokkurinn væri búin að fara einhvern veginn af sporinu. Hvað hefur klikkað og hvernig vill Áslaugu Arna hafa sinn Sjálfstæðisflokk ef hún fengi að ráða? Frábær spurning. Ég hef trú á kannski verkefninu út af nokkrum hlutum og það mjög mikilvægt að ítreka það að ég sé gríðarleg tækifæri í stöðunni og mér finnst Sjálfstæðisflokkurinn ekki eiga efni á því að bíða. Tækifærin blasa við okkur, við erum búin að tapa kosningum, við erum óánægð með stöðuna og það einhverju sem ætla bara að ræða það að þeir vilja vera óánægðir einhver tíma, það bara gott að refsa okkur, við skulum bara vera í stjórnarnarstöðu og skammast okkar. Á sama tíma horfi ég ekki þannig á stöðuna, heldur við erum ósátt með niðurstöðu kosningarna, við töpum kosningum og við viljum ná meiri árangri og þá eins gott að fara að vinna vinnuna sem þarf strax. Og við þurfum alveg að horfa í eigin barm en ég horfi á og trú á verkefninu út af því að við höfum mjög góða grunnstefnu. Við þurfum ekki að finna hana út, við þurfum ekki að fylgja því sem að gerast á hverjum tíma eða hvað vinsælt hverju sinni og elta það, heldur erum við með rosalega góða grunnstefnu, sjálfstæðisstefnuna sem ég varð mjög hrifin af þegar það var vinstristjórn í landinu og eftir hrun og ég fór að fylgjast með Sjálfstæðisflokknum og áttaði mig á að þar fyndi ég svona hugmyndum mínum farveg. En stefna ekkert án fólks, við eigum líka ótrúlega mikið af fólki og við berum þar höfuð og herðar yfir aðra stjórnmálaflokka að all land eigum við öflugt sveitarstjórnarfólk, fólk sem að vinna í sínum nær sveitum út frá stefnu Sjálfstæðisflokksins og höfum síðan mjög marga sem vinna í grassrótsflokksins, í flokkstarfinu og eigum því að mínum mati rosalega fjölbreyttan hóp sem við þurfum að virkja betur og höfum kannski ekki nýtt nægilega vel. Í þriðjulegi held ég að tækifærið sé líka núna af því að það áhuga á stjórnmálum. Þið finnið það væntanlega á hlustendum ykkar. Jú. Það er allt annað umhverfi núna heldur en bara fyrir örfáum árum síðan þegar það dugði að segja við kjósendur ekki bara best eða skást að kjósa Framsókn og ungt fólk fannst bara gaman þar og þurfti ekki að hafa skoðun og það svona þægilegt að vera einhvern veginn á milli og engum finnst neitt það sem þér finnst. Það held ég liðin tíð í bili að minnstakosti og vonandi til lengri tíma. Núna að segja að við erum með plan. Já, við þurfum að gera okkar áætlun það hvernig við ætlum að nýta tíman okkar í stjórnarandstöðu, hvernig við ætlum að veita ríkisstjórninni gott aðhald á sama tíma og að við gerum áætlun það hvernig við komum okkur aftur í ríkisstjórn, hvernig við endurnýjum talsambandi við fólk sem ég held að sé eitt af því að því þú spyrð hvað að. Já, hvað er klika? Við höfum ekki verið nægilega öflugir í málsvarar fyrir stefnun okkar. Við höfum aðeins sofna á verðinum að tala fyrir henni og útskýra fyrir fólki hvernig hún hefur áhrif á þitt daglegt líf og daglegt líf allra Íslendinga. En við höfum líka svolítið talsambandi við fólk sem hefur farið frá okkur og yfir í aðra flokka og síðan nýja kynslóður sem að koma upp af því að eina sem þau hafa séð af Sjálfstæðisflokknum Sjálfstæðisflokkur í málamiðlunum við Vinstri græna. Einmitt, þannig að tíminn ykkar, ég bara segja, þannig að þú kannski segja að tíminn ykkar kannski fórtóldi í einmitt að vera að rífast við VG og Framsókn en ekki vera að tala við hægra fólki í landinu? Já, ég held að ýmislegt hafi verið okkur dýrkeypt.
þó að við getum verið stolt af ýmsum árangri líka. En ég held að á þessum tímapunkti að þá líka 1 ár í næstu kosningar, það að segja sveitarstjórnarkosningar. Ég veit ekki hvað Inga Sæland alltaf að gefa okkur langan tíma gagnvart alþingiskosningum. Alltaf ekki 4 ár. En á sama tíma þá verðum við að nýta þennan tíma vel og við þurfum að koma fram sem miklu sterkari heild og nýta stærðina miklu betur. Og við erum að þóra að líta inn á við ímynd okkar og ásýnd eins og ég ræddi þess áðan þegar ég ákvað að taka upp hanskan fyrir flokkin okkar því þegar hann kallaður einhverjum nöfnum sem oftast pólitíski andstæðingar okkar reyna að skilgreina okkur og að við skilgreinum okkur sjálf, að við veltum fyrir okkur ímynd og ásýnd og hvernig við getum glætt kannski það lífi með grundvallastefnun okkar og sýnt fram á þann fjölbreytta hóp sem að starfa með okkur og aðhyllið sjálfstæðisstefnuna. Það er ekki einsleitur hópur fólks í þessu landi. Og ég stundum hef líkt þessu svona við yngri kynslóðunum að við erum með bestu stefnuna og við erum með fullt af fólki en við höfum kannski ekki alveg uppfært í takti við tíman. Og lengi var talað maskínur sjálfstæðisflokksins sem algjörlega óvinnanlegan hlut. Já. En við erum að sjá það að hún hefur ekki náð sér á strik og þá hef ég sagt að við erum smá eins og Windows 95 besta stýrikerfið það uppfærið þetta en ef þú uppfærir ekki, þá stendst ekki í samkeppni og þess vegna þurfum við að og það kannski svolítið eins og ég horfði á þegar ég kom inn í ráðuneyti fyrst ég var 28 ára fyrir 6 árum síðan og ég horfði á og upplifði að hérna eitthvað kerfi sem virkaði kannski einu sinni vel en ég sá á sama tíma að í nútíma samfélagi þá var fólk ekki að upplifa að við stjórnmálamenn værum að nægilega miklum árangri og að þættirnir ég minnst að ég á ráðherra væru í rauninni heimildaþættir sem ég vissi ekki þegar ég horfði á þá sem ég mæli einstaklega mikið með en ég horfði kannski á það verkefni að breyta stjórnkerfinu eins og ég horfi núna á verkefni gagnvart sjálfstæðisflokknum að við þurfum að ná meiri árangri, við þurfum að vera meira fókusöru, við þurfum að vera alltaf í kosningabortu, við þurfum að vera öflugri í málsvara stefnun okkar, við þurfum að endurnýja talsambandi okkar við fullt af fólki, hvort sem það verkalýðshreyfinguna, fólk sem rekur lítil og meðalstór fyrirtæki, sjálfstæð atvinnurekendur, eldri kynslóðuna eða nýjar, við þurfum að tala til allra og þá ég ekki að segja að við séum að gefa afslátt af stefnunni, heldur tala skýrar fyrir henni og hafa mjög öfluga sýn á það hvernig samfélag við viljum að verði hér til þegar við komumst aftur í ríkisstjórn og við ætlum ekki að gefa jafn mikinn afslátt á okkar stefnu þegar við komumst aftur í ríkisstjórn og þetta risa verkefni en ég held og hef mikla trú á því að því ég finn hjá flokksmönnum sem ég hef verið að tala við síðustu vikur og ætla að halda áfram að heyra í fram að fundi að það vilji til breytinga og bætinga fólk vill ná meiri árangri fólk vill vera partur af teimi þar sem gaman, þar sem skýr sín, þar sem tala fyrir grundvallar hugsjónum sjálfstæðisstefnur og það þannig sjálfstæðisflokk sem ég tilbúin að leiða og að láta hendur standa fram úr ermum gagnvart þeim breytingum sem þarf að gera til að ná þeim árangri. Já, fárlega gott. Mjög gott. Eitt kannski sem ég langar að taka Gjörðu svo vel yfir. Má til með að byrja á því að nefna döðluna frá David Jones. Já, svona fyrstu viðbröð við erum að ræða sjálfstæðisflokkin hérna við þetta stútfullar af járni, vítaminum og öðrum góðum steinnefnum dundur í svefnherberginu, það má vist ekki tala um það, má ekki tala um það í dag Nei, það er bannað alltaf, svo fer fólk samt að tala um það sko bara að gera það samt og svo þetta sameiningartáknið Subway, ég veit að ungir sem aldnir borða Subway, hægri menn, vinstri menn Ég held ég að glemt, Áslu, þú hitt eða rista? Rista? Já, Rista, já. Rista, já. Við fórum mitt að Subway Hamraborginu daginn. Það er eiginlega sá, það er iconic staður. Daginn eftir ég bauð mig fram var að leiðin í þjóðmál og satt þar og borðaði Subway. Já, varstu með eitthvað meira? Já, bara að ég er að segja hérna Subway sé svona sameiningartákn sko. Já, vel gert, tengi þetta. Kannski sambandi við Bjarna fráfarandi. Konginn. Hérna, já, það má alveg segja, það má alveg taka svo til orðs að hann sé kóngur, hann búin að vera lengi við liðið og standa sig vel, mjög vel, gera margt gott fyrir flokkinn, klárlega búin að meitla nafni sitt í stein sögunar, en kannski ein ámæli sem að hafa loðið við hann
eru að hann hafi kannski ekki náða að sameina flokkinu og vel, það er myndast fylkingar innan hans. Ef þú formaður, þetta eitthvað sem hann þarf að taka á og taka betur utanum eða? Hiklaust, við þurfum að taka betur utanum það og ég átta mig fyllilega á því að eins og ég nefndi hann sérna í upphafi að flokkurinn og við höfum auðvitað tekist á fólk og við þurfum að halda áfram að vera þá lýðræðisflokkur sem við erum, að leyfa fólki að koma að því að velja leiðtoga og velja forystu og velja oddvita en á sama tíma þurfum við að hugsa hvernig við vinnum síðan saman þess á milli af því að sjálfstæðisflokkurinn og styrkleiki hans var alla tíð að geta tekist á og oft harkalega skoðanaskipti á landsfundum þar sem tekist á hugmyndir og ég var algjörlega agndofa yfir hvað var magnað að heyra fólk takast á og stundum bara síðan settla málin og ná okkur lendingu eða niðurstöðu og fara síðan saman út af fundinum að tala fyrir stefnunni gegn raunverulegum pólitískum andstæðingum en ekki innan flokksins og það er þessi árangur sem þarf að ná að nýju. Ég hef auðvitað gefið kost á mér á móti öðrum einstaklingum innan flokksins af því að það er algjörlega sjálfsagt að gera það en við þurfum að geta náð flokknum saman og ég treysti mig til þess af því ég finn fyrir stuðningi úr mjög ólíkum hópum innan flokksins og ég finn líka að það eru fleiri sem langar að koma tilbaka í flokkin okkar og þá verðum við að vera tilbúin að gera ýmsar breytingar en þetta er eitt af stóru verkefnunum, bæði að sameina en líka að stækka. Og þá kannski kem ég að því sem að the trick question í þessu sko, þú ætlar að sameina flokkin og allir hægramenn verða undir sjálfstæðisflokknum, undir þinni forystu, sko, ok, við horfum á það hljóta eiginlega nær allir sem að kusu sjálfstæðisflokkin í gamla daga sem eru farnir sem fóru í miðflokkin eða viðreisn. Ég trú mögulega einhverjir í flokk fólksins, en sko, hvernig ætlar að ná að fókusa meira á sjálfstæðistefnuna en samt einhvern veginn reyna að segja hei, viðreisna fólk, komið áttu til okkar og miðflokkin líka. Af því ég trúi því einlæglega að við höfum hvorki að vera meiri miðflokkur né meiri viðreisn heldur það sem báðir þeir einstaklingar sem þú lýsir sem hafa leitað annað í sig hver áttina að þau hafa saknað þess að við séum meiri sjálfstæðisflokkur. Já. Fyrir kannski sig hver ástæðuna en þau hafa saknað þess að við stöndum betur með sjálfstæðistefnunni að við sýnum meiri festu í ákveðnum efnum en líka meiri hlýju í öðrum og við tengjum betur við fólk og áskoruna þess frá degi til dags og allar kynslóðir og fólk í mismunandi stöðum í samfélaginu að við séum ekki flokkur ákveðin að hópa heldur allra Íslendinga og að sjálfstæðistefnan ég trúi því einlæglega að hún nái til miklu fleiri en þeirra sem eru að kjósa okkur í dag. Já. Algjörlega, og svo líka bara eins og til dæmis ef þú vilt fá viðreisna fólki heim, þá getur þú kannski sagt við það, skilur, hei, það er alltaf lægi að þið finnst alltaf ESB flott, ég er bara ósammálaður en verða áfram í flokknum. Var það ekki það sem ég var að segja við þig á hann? En sko, reyndar, ég verða ESB hótið þær í búið BKS, þarna, sko, við vorum með Jón Ásgeir Jóhannesson í síðasta þetta. Ekki talar hann vitleysuna. Hann talaði hvað íslenska krónan væri. Ég spurði hann, er ekki vonbrigði að segja ekki fleiri erlendi fjárfestar að koma í skel, hann sagði, á meðan við erum íslenska krónu, þá fáum við bara enga erlenda fjárfestingu. Og mér finnst ótrúlega stjórnmannafólk átti sig ekki á þessu, ekki er hann vitlaus eða þeir sem eru Evrópusinnar, eru þau bara villigötum þetta liðið? Nei, við höfum auðvitað að hlusta á þegar fólk í atvinnulífinu finnst eitthvað að vera hér til trafel að það er að fá erlenda fjárfestingu sem við þurfum að fá meira af í íslenskt hagkerfi en eins og margoft hefur líka verið reifað í ýmsum skýrslum að það er ekki endilega krónan heldur einmitt hagstjórnin og hvaða árangur við höfum náð með henni og hvort að það sé henni að kenna eða ykkur öðru þannig að þetta er auðvitað lengri umræða sem við getum tekið síðan heilan þátt í síðar en ég skil alveg þessu umræðu og við þurfum bara að vera opin fyrir því að fólk hafa á þessu skoðanir og velta því fyrir sér en það sem við höfum verið að benda á að með góðri hagstjórn með því að ná meiri árangri í ríkisrekstrinum og hvernig við ýtum undir fjölbreyttari stóðir efnahagslífsins eins og við höfum verið að gera þar sem eru fjölbreyttar útflutningsgreinar og ekki jafnmiklar sveiflur í íslensku hagkerfi að þá þurfi þetta ekki að vera jafnmikill tröskuldur og hann lýsir. Nei, klárt mál, vel svarað. Sko,
aftur við byrjum þáttar að tala tróðfuldarsal á NASA, fáránlega vel gert og glæsilega veisla, sko ég langar að spyrja og ég ákvað að bíða með spurningandi byrjun af því að ég var með hana að skrifa það seinna í þettinum. Þetta var veisla sem að var ekki vika skipulegi þú búin að ákveða að vera löngu síðan eða eitthvað? Nei, svona hægt að hrista upp úr erminni með góðu fólki á nokkrum dögum. Þegar Bjarni hætti að þá fór maður að heyra í fólki, en ég var bara að heyra fyrst í fólki gagnvart því hvort að ég ætti að láta þið skara skríða og bjóða mig fram. Eitt að finna stuðningsmanna sinna, annað að heyra í fleira fólki og fjölbreyttari hóp í sjálfstæðarflokknum sem hefur trúaði og vilja til að fara í þær breytingar sem ég tel mikilvægt. Af því það gerir þetta enginn einn og þetta ekki bara verkefni nýrra fórustu, þetta verkefni flokksins alls sem ég var að lýsa hérna áðan. Og það sem ég að segja að ég treysti mér til að leiða það, en mér langar að leiða flokk sem tilbúin að fara í þessar breytingar og uppfærslu. Og þegar ég var búin að heyra í fólki í smá tíma þá fór ég svona hallast að þessari ákvörðun og ákvað síðan að boða til fundar á NASA og það ótrúlegt hvað svona þarf ekki mjög mikið undirbúning en það þarf ótrúlega gott fólk og stuðningsfólk sem var tilbúið að mæta og græja og gera með ótrúlegum hætti á meðan ég samti ræðu og hélt áfram að ringi fólk. Náði alls ekki í alla sem ég langaði að tala við áður en ég tilkynnti framboðið, en langaði líka að tilkynna framboðið á þessum tímapunkti svo ég kæmist landið og gæti átt samtöl við fleiri en færri sem eru að fara að mæta á landsfund eftir mánuð. Manstu daginn, momentið þegar þú ákvaði bara í kílóta? Já, það var þegar ég fann raunverulega mikinn stuðning úr átt sem ég bjóst ekki við henni. Já. Og því ég fann svona að fólk var tilbúið að fylgja sér á bak við mig og styðja mig þrátt fyrir að það geti reynst þeim erfitt og það skipti mig bara máli að finna að þetta væri mun stærri hópur en sá sem hefur verið að styðja mig hingað til, sem hefur trú á mér í þetta verkefni af því að það bjóða sér fram í formennsku í Sjálfstæðisflokknum. Þú tekur það ekkert upp úr Sigurðarspakka einn morguninn, eitt að bjóða sér fram, því fylgir að vera tilbúin og reiðubúin að sinna verkefninu af einlægni og alúð næstu árin ef þú fær fylgi til þess að leiða flokkin. Algjörlega. Eitt þessu tengt, sko, bara þegar Bjarni tilkynnir að hann sé hættur, af því að maður spyr sig svona þegar maður horfir á sem utanaðkomandi aðili, af því að hvort þetta hefði eitthvað búið að kvissast út, hvort það hefði verið vita dögum áður í aðdragandanum að hann væri að hætta, eða var þetta svona einhver lit eins og 3 ár heiðskilur lofti? Það var ekkert búið að kvissast út og ég frétti það bara með öðrum þingmönnum þarna á þingflokksfundi. Það svo held ég vel á viðbröðum flestra á fundinum að þetta kom þeim mjög óvart, sérstaklega eftir stórgóða framistöðu Bjarna í kristildinni 60 áður. Þá bjóst ég kannski við að hann yrði í nokkra mánuði viðbót og myndi byrja í stjórnarnarstöðu og annað, en hann tók þessa ákvörðun þetta bara út frá sjálfum sér og út frá því hvað hann taldi best á þessum tímapunkti, og ég held að við þurfum bara nýta það tækifæri vel og ég ákvað því að fara strax að heyra í fólki og var, er ennþá bara, ég fæ svo mikið kraft úr fólki og að sjá mætingun og NASA gera það verkum að ég held að sá kraftur dugi mér út baráttuna. Já, ljóst að þú nýtur mikil stuðnings. Já, það er ótrúlega dýrmætt að finna fyrir miklum stuðningi, en það er sérstaklega dýrmætt að finna fyrir stuðningi úr ólíkum hópum. Bæði hjá eldri og reyndar fólki í Sjálfstæðisflokknum, fólki sem hefur starfað og verið í fremstu víglínu flokksins fyrir mörgum árum síðan, en líka nýju fólki og ungu fólki. Við sáum mikið af fjölskyldufólki sem mætti þarna með börni sín og kannski breiðari hóp en maður hefur oft séð hjá flokknum sjálfum. Og mér fannst hópurinn þarna svona endurspegla mörgu leyti, maður sá fólk hérna úr atvinnulífinu, fólk sem hefur verið aðeins að kýtla aðra flokka en væru til í að koma tilbaka og það eru þetta
alls ekki sjálfsagt að fá slíkan stuðning og ég tek því ekki sem sjálfsögðum hlut og veit að ég mun þurfa vinna inn fyrir því á hverjum degi með því að leggja mig vel fram. Já, vel svara. Sko, eitt segi með að því að Leifur þetta byrjun þáttar að hvorki Gullin ég Þórdís ætla á móti sko, kannski erfitt fyrir þig að svara þessu eða svara fyrir aðra aðla en þau sátu nú bæði í þessum stól sem þú út í núna hjá okkur 2 ef ekki 3 sögðu bara já þegar Bjarni hættir þá ætla ég formanninn meina þetta dálítið undarlegt þau bæði hætta meina ertu að taka þau kaffibolla og segja bara back off? Nei, alls ekki. Ég hitti þau í kaffibolla og óskaði eftir þess að fá að spjalla við þau öll sem komið til greina í þessum fyrstu fréttum eftir að Bjarni hætti og það var bara mikilvægt samtal það að næstu vikur bursi frá því hver af okkur myndi taka ákvörðunum að bjóða sig fram að næstu vikur myndi snúast Sjálfstæðisflokkinn og að við myndum gæta því að við varum stolt af þessari baráttu og gætum fyllt okkur á bak við þá forystu sem í kjörin en ég bjóst freka við því að við yrðum 4 í framboði heldur en færri sko. Já, algjörlega. Herra Leifur, ég ætla að Leifur að taka Reykjavíkurborg þegar þú býr í Reykjavík, ég myndi aldrei búa þar. Þetta þræl áhugavert og það verður spennandi að fylgjast með þessum formannslag og já, vonandi formannslag. Já, kannski vonandi mjög, já. Það er gott fyrir okkur fjölmiðlavennina. Já, við tökum því fagnandi. Sko, örsnögt hérna gríðarlega fallu og velreknum borg Reykjavík. Reykjavík, já, búið 90% hækkun á gatnagerðargjöldum. Já, ég sá það. Sko, jú, þarf Kristrún að mæta með verðbólgusleikjuna sína í ráðhúsið Reykjavíkur. Þetta fer bara í verði. Samfylkingin hafi sýnt það að hún ræður enga megin við verkefni Reykjavíkurborgar og það þess vegna sem ég treysti þeim illa til þess að sjá ríkið. Hún reynda búin að skópla degi til hliðar, það er nokkuð ljóst. Já. Einar eitt skárið eða eitthvað? En Einar kannski bara dagur 2.0 eða? Já, mér sýnist allavega að þær breytingar sem Framsókn lofaði í síðustu kosningum ekki að verða að veruleika. Þau gengu bara inn sem enn eitt plásturinn á vinstra samstarfi sem Viðreisn hafði plástrað áður og það er algjörlega ljóst að þarna ekki að verða neinn árangur, ekki betri þjónusta og við sjáum það bara á könnunni sem var að koma að meirihlutin fallin samkvæmt henni, flokkarnir minnka og Sjálfstæðisflokkurinn bætir verulega við sig og ég held að þetta sýni vel óánægju borgarbúa með þennan meirihluta sem hækkar stöðugt skatta og gjöld á íbúa á þess að bæta þjónustuna, forgangsraðar illa, báknið í borginni auðvitað engu líkt þar sem þau búa til ríkislausnir ofan á annað, ráða til sín sérfræðinga í samkeppni við fyrirtæki og svo mætti áfram telja. Ég hitti stöðugt fólk sem flutt í önnur sveitafélög meira þess að bara talandi Þorrablót Ólafsvík sko, þar ung kona sem ákveður að flytja til Ólafsvíkur af því að þar fær hún leikskólapláss rétt eftir eins ás. Ekki var það staðan í borginni og þar sveitafélag sem framúrskarandi undir forystu sjálfstæðismanna til margra ára eins og mörg sveitafélag í nágrenni borgarinnar. Þannig að þarna stórt verk að vinna og þetta eitt af þeim áherslumálum sem þarf að komast í lag hjá Sjálfstæðisflokknum eftir þennan landsfund. Þannig að þitt kannski fyrsta verk ef þú verður formaður það að fá Guðlaug Þór Þórðarson sem borgarstjóra? Nei, sko þá ekki að vera þannig að einhverju pólitíkusar lofi öðrum pólitíkusum einhverjum stöðum, heldur eiga flokksmenn að fá að velja sér þann leiðtoga sem þau treysta best til þess að leiða borgina og ég til mikilvægt að leiðtoginn síðan hafi eitthvað það að segja hvernig liði hann stillir upp í samráði við flokksmenn til þess að stilla upp sigurstranglu liði en fyrst og fremst verður líka starfið okkar á meðan við erum núna í stjórnarandstöðu og fyrir þessar sveitarstjórnarkosningar að einblína á það að móta skýra stefnu hvert við viljum sjá borgina þróast, hvað við ætlum að setja í forgang og að sýna borgarbúum hvaða borg við viljum búa til fáum við til þess traust. Já. Gat nú verið að mínir menn í Ólafsvík verið með allt upp á 10. Enda sjálfstæðismenn við stýri. Það er sjálfstæðismenn við, ég veit ekki, 20 ára sko. Enda ekkert vesen þar. Nei, ekki neitt. Mætið við barnið sitt, leikskólapláss. Já, bara græja. Það komið að riddarspurningum á slög.
Já. Loka liðinum í kvöld. Og, já, nú máttu aðeins hitta þér. Já, þeir eru harðir. Það er að sko, það eru á boðstólunum og það eru sútamenn sem fara okkur rittarspurningarnir í dag. Shit, við höfum lönns með þeim í næstu hugum. Ég get ekki beðið eftir að hitta Egil og Jökul Lönns. Það verður ekki klæddir ógeðslega. Skemmtilegi kappar og alltaf vel klæddir, þannig að ég ger ráð fyrir því að þeir mæti í sínu fína pússi. Já, Egil en líka, hann grjót harri sjáttaði maður. Sko. Hann það, já. Þú sér það líka á hann. Jöllar ESB-sinni, sko. Við Egil vorum saman í stjórn Heimdallar, minni fyrstu stjórn Heimdallar. Hann glæsilegur. Já, bara sést hvað dugum mikið fólk, stofna fyrirtæki og bara græði penning og bara þóðu nú væri selur flotta vörur sem fólk kaupir. Já. Þetta er ekkert auðvelt að setja allt undir og ákveða að fara þessa leið í lífinu. Nei, einmitt. En sá hlær í dag. Hann tók séns sem að virka og það var grundvöldu fyrir því sem að einhver skapaði. Þetta hefur myndað stjórnanda og búllana sjálfsögðu. Þriðjastæl bóði góða. Já, ég er svona svolítið búin að vera svindla á þriðjudeginum, bara mæta helga. Já, ég mæti bara alltaf. Fara í tvöfaldan með brauðum milli og auka gumsi. Það er rosalegt dæmi og stundum teki ég sætkartöflufranskarnar og dýfi þeim í mjólkuristningin. Já, mér finnst ekki að taka tvöfaldan burger og svo sætkartöflufranskar, sko, mér finnst það leikþáttur. Áslaug, hefurðu prófað það? Dýfa franskurum í mjólkuristningin á búlunni? Já, ég hef prófað það. Aðdáandi. Það er alveg, það kom mér á óvart, ég ætla að segja það. En þú þarft alveg að vera með þínu nánustu þegar að gera það. Já, og það þarf að vera í svona ákveðnu stuði líka gagvart mat og einhvern veginn sjálfsverðingin og En já, þegar sá gállin á manni, það er rosalegt, ég hveti ykkur til að prófa það. Já. Látum okkur sjá, fyrsta spurning, áttu strandveiðibát? Nei. Guðrún Hafsteinsdóttir náðu að koma fram breytingum á útlendingalögum sem 4 fyrrum dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins náðu ekki fram. Hvernig fór hún að því að koma málunni í gegn? Stemmingin í samfélaginu var önnur og það var strax byrjað að raungerast það sem við vorum búin að segja að myndi gerast og þegar stemmingin í samfélaginu er önnur og þá fylgja fleiri flokkar því og eru tilbúin að samþykkja það. Já. Getum við komist hjá því að innleiða Evrópulöggjöf á gervigreind hér á Íslandi, spyr Eyþór? Ekki að öllu leyti því miður, við eigum að geta hagsmuna okkar verulega og eigum að mínum að reyna að koma að ganga mun skemur en Evrópa og ég vona að vegna dragi skýslunar í Evrópu sem er samkeppnisefni Evrópu að þau endurskoðir hreinlega löggjöfina frá grunni áður en við þurfum að taka hana upp. Það er alveg áhugavert að hugsa til þess að þegar við erum með þessa gullhúðun og blýhúðun og hvað þetta nú allt kallað, er ekki hægt að vera með eitthvað tálka á móti annars staðar í staðan fyrir að vera húða þetta, aðeins að tálka þetta. Jú, og það er einhverju leyti eigum við að geta aðlagað reglugerðir að okkar umhverfi og að geta fengið undanþágur vegna smæðar okkar í mínum viti meira tilliti en við gerum í dag. Eins og til dæmis hvað þetta sem voru sett á flugfélögum sem voru algjörlega galin. Já, það var beilað það. Akkur er þú besti kosturinn til að vera formaður Sjálfstæðisflokksins, spyr Jóhannes Birgisson? Af því að ég held að ég sé besti kosturinn til að verða formaður þegar flokkurinn er á þeim stað sem hann er í dag, þar sem það er að láta hendur standa fram á ermur, þóra að gera breytingar og horfa til framtíðar en að standa föstum fótum á grunnstefnu flokksins og ég sé að kannski einhverju leyti betri í að vera formaður þegar illa árar og þarf að ráðast í mikla breytingar, gefa mig alla fram í það heldur en þegar það bara að sigla að ligna sjó. Hvort hefði þú kosið Trump eða Kamilu í USA, spyr Atli hjá Búdvar? Guð mig góður, ég veit það eiginlega ekki, ég trú ekki að Bandaríkin hafi ekki betri kost en þessu tvö. Haukur Magnússon spyr, er Sjálfstæðisflokkurinn orðin of woke? Ég kannski kom aðeins inn á þetta áðan, mér finnst fólk skilgreina þetta með mjög mismunandi hætti en við erum líka alltaf upptekin af einhverjum minni háttarmálum og einhverjum viðbröðum við einhverjum málum sem enginn er að hugsa sem er bara að díla við hversdagslífið og við erum að horfa á stærri myndina í samfélaginu, horfa á stóru myndina og já, eflaust höfum við stundum kannski fyllt einhverju þar sem við erum að fylgja bara vinstristefnu og þá þurfum við bara að tala um það sem vinstristefnu tölum bara um hlutin eins og þeir eru. Já. Mun Áslaug, Óli Malli á þessa, mun Áslaug, þetta er reyndar Áslaug les leikinn, sko. Hún veit hvað hlustendur er að fara að spyrja að, sko. Mun Áslaug færa sjálfstæðisflokkinn úr því að vera sérhagsmunasamtök í breiðfylkingu aftur, spyr Óli Malli. Já. Já.
Hérna kemur einn nafnlausrittari. Finnst þér erfitt óþægilegt að pabbiðin sé stjórnarformaður Morgunblaðsins með sá tengingu við Sjálfstæðisflokkinn? Ég skil vel að þegar fólk er að reyna að koma höggja á mann að það lítur til fjölskyldu tengsla og starfa föður míns. Ég held að það væri kannski en það verður að taka það inn í myndina, hann er ekki ritstjóri blaðsins og við hefum og ég hef engin áhrif á það sem birtist í Morgunblaðinu og en þetta er allt upp á borðum og fólk getur tekur þessu sem starrend. Já, sko það voru nokkri sendið spurning, Mogginn Sjálfstæðisflokkur, er það mýta eða er eitthvað til í þessu? Er þetta bara eitthvað kjaftaði? Auðvitað er einn af ritstjórum Morgunblaðsins fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins og Morgunblaðið hefur haldið árabil uppi hugmyndum frelsi og mikilvægi atvinnulífs og verðmætasköpunar og gegn aukinni skattheimtu og starra ríkisvaldi. Það fer auðvitað að miklu leyti saman með stefnu Sjálfstæðisflokksins en samt sem áður þá veitir blaðið öllum aðhald og er algjörlega finnst mér óvægið gagnvart því sem þarf að gagnrýna hverju sinni sama frá hvaða flokkum það kemur. Talandi Morgunblaðið, hvað finnst þér framgöngu stjórnarlega í garð Morgunblaðsins og Vísis? Að tala fjölmiðla sem einhverja falsfréttamiðla af því að þeir spurðu erfiðra spurninga. Ég segi bara velkomin í ríkisstjórn. Já, sæll. Þorvaldur og David Jones spyr hvað myndir vilja sjá tekjuskatt og fjármagnstekjuskatt háan? Mun lægri en hann í dag og mér finnst að Sjálfstæðisflokkurinn eigi að koma fram með skýra efnahagsstefnu og skattstefnu til lengri tíma til að bjóða kjósendum upp á og verði ég formaður mun ég fara að ráðast í þá vinnu. Takk. Mjög gott. Hún er rosaleg. Kletthörð. Er aukin einkarekstur í menntakerfinu eini möguleikin á því að kjörkennara verði í takti við þeirra launakröfur? Einhver leiti held ég að sveigjanleikinn þar og tækifærin til samkeppni muni gera það verkum að kjörkennara batni stórlega en það er ekki eina leið en vissulega stór partur í því að geta tala fyrir sveigjanleika og öðruvísi starfsumhverfi. Hér kemur ein nafnlaus frá að því að við erum grömum rittara. Þú ert alltaf að tala um að Sjálfstæðisflokkurinn þurfa að halda áfram að lækka skatta. Hvaða skatta hefur Sjálfstæðisflokkurinn lækkað? Mjög marga, við höfum lækkað skatta yfir 300 milljarða á síðustu kjörtímabilum. Hvort sem við horfum til vörugjalda, tekjuskatts, fyrirtækja skatts og tryggingagjalds. Við höfum einfallega lækkað skatta verulega á fólk og fyrirtæki en betum á ef duga skal og við höfum líka tekið þátt í skattahækkunum en samt sem áður að þá þegar þú horfir á heildarmyndina þá eru mun fleiri skattar sem hafa verið lækkaðir og fyrir mun stærri fjárhæðir þannig að við getum verið stolt af ýmsu en auðvitað þegar þú varst í þessari síðustu ríkisstjórn þá kannski náðum við ekki þeim árangri sem ég hefði viljað ná og þess vegna tel ég að þegar við göngum næst í ríkisstjórn að við eigum að setja það í meiri forgang að ná að lækka hér skatta meira því að við erum háskattaland. Já, ein frá mér kannski, ein rittara frá mér sko síðasta ríkisstjórn alltaf bara þú veist, við sjáum það að vextir að fara að lækka 50 punkta núna í þessari viku og ég segi bara takk nýja ríkisstjórnir að græða þetta. Wow. Nei, en ég er að grínast. Sko hvenar hefði þú, á því að þú veist, ég veit að þetta var erfitt 2017 þegar við sömdu, þá var ekki mikið góða möguleika hefði þið átt að framlengja samstarfið 21, hefði þið átt að slíta þetta að Kata fór, hvað finnst þér svona horfandi í baksýnisspegilin? Það er alltaf auðvelt að horfa í baksýnisspegilin, það var ekki margir aðri valkostir 2021 og þessi ríkisstjórnarflokkar fengu meir hluta áfram. Við höfum þá verið að díla við heimsfaraldur og kannski komist oflítið áfram með mál sem við vildum klára. Eftir að Katrín fór og þá kláruðum við mjög mikilvæg mál í þinginu undir forystu Bjarna. Þingi var mjög atkvæða mikið, við kláruðum mikilvæg sameiningamál, lögreglumál, útlendingamál og fleira sem ég til að var mjög mikilvægt að klára áður við slittum þessu en svo var okkur ekki til setjun á boði þegar VG hélt sinn fund og Svandís var farin að stýra skipinu í þá átt að ætla ekki að samþykkja neinar fleiri breytingar útlendingalöggjöfin til dæmis og þá var ekki seinna vænna en að slíta þessu en auðvitað
auðvitað skilji það að það að horfa í baksín speilin á mörg atvik þar sem fólki fannst nóg komið. Sko Sigur Ingi sá mikli meistari var hjá okkur fyrir 2 vikur síðan og sko hann talaði sko að á yfirborðinu fyrir fólk sem ekkert að fylgjast með daglega að það hefði haldið að verið kergingur á milli Sjálfstæðisflokks og VG en var kannski ekkert minni á milli Sjálfstæðisflokks og Framsóknar eða eitthvað, var þetta bara alveg búið? Það var orðið ansi erfitt en það er ekkert að leyna því að við vorum lengst frá Vinstri grænum í flestum málum. Já, sko, kannski 20 í þessu. Það er annars vegar þeir sem eru með 2 eða 3 í endastaf á bílumurinn sinni. Og tala ekki einn, þá rífa sig í gang, takk. Já, bara rífa sig í gang. Það er beint til kemi. Já, svo að því að þú ert líklega að laga bílinn, það er í kemi, já. Ef það er eitthvað að, ef þú færið ekki líf með það. Það er svo góð tenging þarna. Já, þá færið beint til kemi. Þeir eru með allt fyrir bílinn. Er Hermann Guðmundsson, hann búinn að ætla hann að kjósa þig? Það er frábær spurning. Má ég segja það uppátt? Ég var mjög góð samtölu við Hermann Guðmundsson. Vá, það eru svona 300 atkvæði sko. Trúið því vel, þetta frábær maður og góður verslunarreikandi, þvílík búð. Líka hún að ferðast úr landið á glænýjum bremsuklossum og já, það er eins gott að þeir sé í lagi að ferðast úr landið sko. Þessu veðri. Gefi menn, en látum okkur sjá sko, já, hérna koma nokkur rittaragóðum. Jóhann Friðrik spyr íslenska krónan já eða nei? Já, eins og ég útskýrði áðan. Já, Birkir Karla næstu, eigum við ekki að ganga í ESB á það strax? Nei, alls ekki. Nei. Þú mátt keyra 1 mál í gegn á þinginu, hvað velur? 1 mál. Þessi er góð. Það er einhver stór einföldun á regluverki eða læri skattar eins og það er í dag. En lögum opinbera starfsmenn? Já, reyndar sko, það er fyrsta hagræðingartillagan sem ég sendi á ríkisstjórnina. Vel gert. Af því að ég held að það standi í vegi fyrir mikilvægri hagræðingu hjá ríkinu algjörlega og er bara komin í samkeppni þannig að já, af því að það er kannski erfiðast að ná því þannig að ef ég fengi svona ósk sérstaklega með þessa ríkisstjórn bara opinberi starfsmenn eftir opinberi starfsmenn Já, ef fólk var að fara að halda Sjálfstæðisflokkurinn væri kerfisflokkur sem ég skil kannski upplifun á stundum af að því við höfum verið svo lengi í ríkisstjórn og fólk upplifir að þegar við erum að útskýra hluti að við séum að verja kerfi í staðan fyrir að tala fyrir fólk og hlusta hvernig við getum gert betur en þá er tekin við núna mesta kerfistjórn allra tíma. Já, bara þegar ég sá við reynismættan á sjónvarpsskjáin minn á hann, ég var bara, nei, ég trúi þess ekki. Já, ok. Áslaugu, Arna, 1 ráðuneyti út ævina? Fjármálaráðuneytið. Sælir. Það er heldur bara komið að ekki bara taka lokaspurningu? Spurningunni, jú. Ég með hana, ég er bara, sko, fyrir þá hlustendur þeir fengu 90,5% í síðustu kosningum. Af hverju ættu þeir hlustendur sem að kusu ekki Sjálfstæðisflokkinn síðast að mæta aftur heim? Af því að þegar þeir af því að hjartað í fólki slægir almennt með því að það ráði sem er að sjálft og ég held að þannig að séu miklu fleiri sem finna sig með sjálfstæði stefnunni ef við tölum skýra fyrir henni og sýnum meira á spilin hvernig áætlum við ætlum að setja fram fyrir Ísland. Ég held líka margir hafa kosið aðra flokka undir ákveðnu blekkingarskinni og fengið vinstristjórn til dæmis sem kannski var ekki ætlunin þegar fólk setti exit sitt annað en við D og ég held einfallega að ef sjálfstæðisstefnan fær að blómstra betur í íslensku samfélagi þá vegna öllum betur og held að miklu fleiri að núti sem hafa verið að setja einhver minniháttar mál fyrir sig eða einfallega hafa vilja hegna okkur fyrir einhverja málamiðlanir eða hluti sem flokkar sem voru að vinna með okkur náðu í gegn eða við gáum eftir að þeir sjáu það einfallega að við verðum að vera stærri til að ná meiri árangri á grundvelli stefnunar okkar og það er eina leiðin til þess að stórauka hér lífskjör og verðmætasköpun og láta fyrirtæki blómstra og geta lækkað skatta og bara nýttu tækifæri sem Ísland býður upp á. Áslaug Arna, takk fyrir kvöldið, gangið er ótrúlega vel verðum við ekki að græða okkur á landsfundi? Þetta út með 2 atkvæði frá okkur. Takk kærlega fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Takk fyrir spjallið.